Já, komið heil og sæl og... Já, það komið árið 2025, Birgir, fyrsti átturinn í ári. Já, við erum búin að vera í smá frí. Smá frí, já, þú skellti þér út og... Ég er ekki búin að sjá þig bara mjög lengi. Nei, það alltaf sama sagan, maður einhvern veginn eins og vekkurinn bakum við hliðina þér hérna. Jú. En maður lifir með því. Autosendimenn, vinna fyrir öll tryggingafélög. Tesla vottar réttingaverkstæði sem sér bílamálun, réttingar, tjónaskoðun, bílrúðuskipti. Bara nefna. Já, þeir sko, ef þú hélst að þeir væru sátti við 85% markaðshlutdeildina sem við vorum með á seinasta ári. Þetta hlýtur að vera komið eitthvað upp, annars erum við að gera eitthvað rámt. Já, þetta kemur ekki á þetta kemist bara í 100% árinu, en það eru margir spennandi hlutir að fara að gerast á árinu. Við ætlum hins vegar að krifja upp árið 2024 í áramótakæfi Chess After Dark. Og með okkur hér til hals og trausts eru, góðvinur þáttarins Björn Þorfinnsson, ritstjóri DFF og alþjóðlegur meistari í skák, og svo einnig góður þáttarins, en hefur hingað til verið, ég var að segja, bak við tjöldin á Grænlandi. Rétt. Þorbjörn Atli, forstöðumaður greininga og einn af eigendum Agroverbrigða ásamt því að eiga glæsilega knattspyrnuferil. Verið velkomin, strákar. Takk fyrir. Takk fyrir síðan, strákar. Já, sem er þess. Já, það gæti alveg verið að það svo ferð verði í einhvernum velunum flokkið eftir. Já, við gætum þurft að krifja hana aðeins. Já. Kannski byrjum bara því, Þorbjörn Atli, sko, forstöðumaður greininga. Segð okkur aðeins frá þessum titli þarna. Er eitthvað óskýrara en sko starfsheiti? Já, svo ég fari nú bara svona stuttumáli yfir það þá við í Akró við erum svo sem 16-17 manna fyrirtæki í dag og við höfum sett mikla resursa í greiningu fyrir okkar viðskiptavinni og ég kalla mig nú ekki forstöðumann en ég svona veiti þessu sviði hjá okkur svona forstöðu og búin að vera svo sem viðlóðandi greiningar á fjármálamarkaði núna held ég í allt og mörg ár, 18 ár og við svona ákvaðum það fyrir ekki svo mörgum árum að fara þessa leið að á meðan stóru bankarnir á Íslandi voru að leggja svona meira og minna niður sínar greiningadeildir og það heyrir til undantekninga ef þeir gefa út verðmöt eða einhvers konar skoðun á þessum skráða hlutabréfamarkaði þá ákváðum við bara að efla þetta og gera þetta með myndarlegum hætti og erum á þeim stað í dag það eru 5 starfsmenn í þessu hjá okkur í þessu þá ekki stærra apparati en þetta. Þetta hansi, við fengum aðeins að kynast þessi í Grænlandi, hann var að segja okkur frá þessu Þorbjörn, þetta helviti öflugt félag og eins og hann segir ekki margir að vinna þarna en þeir eru að vinna þrekvirki. Það merkilegt eins og nefnilega líka sko, hvað áherslan hefur minnkað hjá bönkunum á greiningu. Já, ég var ekki búin að pæla þessu þegar hann segja þetta. Nei, þetta kemur svona til á ákveðni reglugerð í Evrópu, kallaða MiFID reglu sem gangi út á vernd fjárfesta og sú vernd felst orðið fyrst og fremst í því að þeir hafa mjög takmarkaðan aðgang að upplýsingum þannig að það er svona maður sér þetta nú sem alveg breytast á komandi árum að það hefur verið gengið full langt í þessum efnum. Já, þetta er lagalegum hverja einhvern veginn þetta er áhvert. Er þetta enn og aftur Evrópusambandið að stríða okkur? Er það í alvörunni? Já, og svona bara Evrópusambandið og það er nú svo sem mjög stranga reglu sem gildi í Bandaríkjunum þetta líka en ég held að svona í grunninn er það þannig. En ert þú ekki bara mjög ánægð með Evrópusambandið því þetta ekki því það er stórgrætt á? Já, sko, þetta er nú svona eða forskot. Þetta er nú svona, jú, að einhver leyti fyrst að við fórum í þetta fullum krafti og þetta er svo sem ekkert einfalt mál að koma svona apparatu upp og það tapaðist auðvitað talsvert know-how á verðbréfamarkaðnum með því að þessar deildir voru svona generalt lagðar niður auðvitað er í einhverjum tilfellum verið að reyna að byggja þetta upp aftur með misjöfnum árangri en jú, það gerir það og svo eru einhverjir prívataaðilar hérna úti að eins og Jakobsson Capital að gefa út greiningar og svo að nú einn aðili að byrja heitir Akkur. Akkur, já, einmitt, já, sá það.
byrjað nýveri og við bara fögnum því. Kannski maður fá að spyrja fyrir þá hlustendur sem að því að við erum heldur sterkir í fjármálageranum sko, hvernig getum við þeir nálgast þessar greiningar? Þetta sem sagt fyrir viðskiptavinni Akró fyrst og fremst og það þá bara að sýna lit og hafa samband við okkur sem að það vilja. Hvernig var árið fyrir þessi hæstu fyrirtæki á hlutabréfamarkaðnum í ár? Ykkur og aðra? Já, svona út frá hlutdeild og slíku það var nú æsi spennandi svona, þetta svona ákveðin keppni sem að held að flestir séu í svona innbyrðis hvort sem þið viðurkennaði ekki. Það voru svona sviftingar í lokin að Íslandsbanki var búin að vera allavega á hlutabréfamarkaði langstærstur á árinu en Arion banki sem sagt sáum að ganga frá viðskiptum með bréfi Marel fyrir hönd á JPT og rauk dálítið hressilega fram úr og erfitt að keppa við sko prent sem að þá gildi 460 miljardar í markaði sem að þá var að velta 2500 miljónum Sjálflega dagsveltan en við sem sagt vorum síðan þá í 3. sæti í þessu og bara gríðarlega stoltir af því. Já. Þú eru komað Landsbankann bara? Já. Eru í reikinu? Ekki sjón að segja eftir leiðu fórundar. Áhuga maður keppni þá hafði ekki hugmynd þennan þessa æsi spennandi sviftingar á þessum Svo var fínt að vera bara með Marelstín í lokin sko. en trendið á síðasta degi ár sem ég gaf þess Bjössi, hvernig voru árumótið þín? Þau voru nú bara róleg og kósi þóttu ég sé bara fegin að þess árið sér lokið sko. Já, hvernig fannst þér ef við tókum bara aðeins kryddsildin og árumótsköpið? Kryddsildin var nú bara miklu betra heldur en árumótsköpið hvað það var lélegt maður, árumótsköpið Já, það var svona 1 og 1 góður brandari kannski, en kannski heilti var þetta nú kannski ekki eitt sérstaklega gott sko. Nei, það er aðalega, við kannski förum yfir það eftir að ég var að reyna þið báðum svona smá heimaðinu smá yfirlit á fréttum ársins og þetta var eiginlega bara frekar glatað ár sko. Já allan svona tungar fréttir Já, mjög mikil þingsli sko. Já, algjörlega Sko, ég fann skaupið ekkert mjög útværslan ágætt en inntæki var svona það er svo mikil slagsi alltaf í þessu skaupi einhver áramóta heitt Þorbjörn? Já, í rauninni er ég búin að klára það hér með ég og Bjössi það var svona áramóta heitið að hittast ágætist tilviljun að þið höfðu samband Já Þess að var ekki neitt nátt fixað neitt sko. Ég sá þetta ekki koma þegar ég sendi Þorbjörni kveðju fyrir nokkrum dögum sko. Já, Bjössi, einhver áramóta heitið þér? Nei, ég er löngu hættur að valda sjálf með vonbrigðum að setja slíkt Ég var að segja áðan að ég mitt ætlaði að vera í þurrum janúar nema þegar að tilefnum til Skál, vel gert, skál Útvarinn maður, hann er svo segur ég heldur fyrir bara að keyra í þetta kannski áður gerum það að vera Serrano náttúrulega Þeir fá tilnefningu sem vefi ásins Já, þeir báðu fyrir bestu kveðum til allra landsmanna gleðileg jól og gleðilegt nýtt ár og allan pakkan og þakka bara fyrir viðskiptina á liðinu ári Já, og endilega veslið meira við ár 2025 Já, nauta feta burrítóin held ég að sé bara vefja ásins 2025 Já, sammála því Ég vil að setja jalapeno á hana ef sákallin er á fólki en sko, kannski bara vindum okkur í þetta og förum í fyrstu tilnefninguna sem er ferð ásins ferðirnar sem tilnefndar eru Manchester ferð okkar rauðum við Víking og kíktum á Jóaberg og Arnór Sig Frábæð ferð Það var góð ferð, það var Ólafsvíkurferðin Hún var aldrei góð, segja frá henni Já, þá fengur til þess að veislustýra í Ólafsvík Herrakvöldi Það var ekki nema 3 klukktíma prógram og við fengum að vita á leiðin að við værum eina atrið Eina skemmtið atrið Birkir, þú ert með einn brandara planar Viltu segja hann varstan? Já, hann var
Það augljóst á skemmtiefninu að Gary Martin hafi kostað sitt. Já, það var eina sem var planað hjá okkur sko. Svo var það bara búið. Ótrúlegt en satt, þá var þessu aflýst vegna slakra skráningar og mætingar. Það var léleg skráning. Hún var ekki góð. Þegar þið voru mættir? Nei, Degi fyrir, já. Þannig að við slóum upp í pub quiz það sem einhverja 3 manns mættu. Já, en það var mikið gaman hjá okkur og þessum 3. En það voru nú nokkrir. Já, það voru svona 17 manns kannski. Já. Þannig að við erum alveg klárir ef að menn vilja pub quiz og Já, eða herrakvöld. Já. Við erum með skemmtiefni núna. Klárt. Belgia og Dublin ferðin, það sem að við Viktor með okkur. Já, eitt besta viðtal bara sem við tókum á árinu er þá liðið við Arnar Þór Viðarsson, ætli ég bara að segja. Ég var ekki viss hvað ætlaði að nefna, mér fannst þau öll góð. Andri Lukas Freysi, Arnar Þór. En Arnar Þór var alveg, hann opnaði sig þar, það var skemmtilegt. Íslandsmóti í Atskák og Selfossi og Tomma og Mar Seafood, frábær helgi, en þá skulum hætta þessu. Já, þetta voru honorable mentions. Já, þetta voru allt honorable mentions því að ferð ársins í Hafstöðu með Grænlandsferðin, þar sem að meistararnir hérna fyrir framan okkur voru með í för. Vá, hvað þetta var gaman piltar. Ég er bara fegin að við skildum hafa þetta því að ég var tilbúin að labba hérna út og ferða á sér sem mannsestir. Sko, Þorbjörn, við náttúrulega við reyndum náttúrulega að fara til Grænlands fyrst, áður en við fórum til Grænlands. Já. Og við fórum til Grænlands. Já, flugum í Grænland og vorum bölvandi mitt yfir því þegar vélinu var snúið við að þetta var orðin einhver 6-7 tíma snúningur og svo fórum við tilbaka og það var náttúrulega góða sem kom út úr því var að náttúrulega að Þorbjörn og Kristný mæta í næstu vél og gerði þetta bara miklu skemmtilegra. Já, við hefum verið hundleist okkur þreymur. Já, það var þvílíkt gaman að sjáðu ykkur dúkka upp á Reykjavíkurflugvelli. Já, þetta var náttúrulega stórkostleg ferð í alla staði og náttúrulega gaman að kynnast ykkur og svona hvernig þið opererið, það er kapitalið út af fyrir sig. En svona, ég var einmitt að fara með grunanum svona að myndum kannski aðeins fara í þetta en það sem er svona eftirminnilegt er sko hversu oft aðalega Birkir hélt að hann væri að deyja. Það var alveg sko allt frá því við fórum í flugvélina til þess að byrja með, frá því við fórum í fyrstu bátsferðina. Læstum á klósettinu. Já, og varst svona geðsæningi alveg bara sveifið við vötnum eða sjónum og svo var það næsta bátsferð og svo er það þá þegar við förum inn í námuna sem að þú varst algjörlega fríka út. Já. Ég bara ennþá vakna með martröðu yfir þetta. Þetta var rosalegt. En svo náttúrulega er eftirminnilegust þá þyrluferðin sem að hann mynda á nokkrum upp á, þetta var svona eiginlega eins og kókkassi sem að var teipað við fjallið þannig 1400 kókbretti sem að var í 1400 metra hæð og það voru nokkri í hópnu sem að ég treysti mér nú ekki til þess að fór út úr þyrlunni og stóðu þarna og skiptum lit. Það var dálítið svakalegt og svo var það náttúrulega bátsferðin til Narsarsuaq þar sem að það var ekkert skyggni og við vorum eins og á okkur spýtbát að sveigja fram hjá ísjökum. Og hann líka bara alltaf stímdi á þessa litlu ísjaka eins og svona lítið Titanic og svo bara heyrðum við bara búm, það var bara neglast í kjölinn sko. Lúmskasti dagur var samt þegar við vorum mættir til Narsarsuaq klukkan 10 morgunin og fundum bara stærsta hótel í heimi og heldum í okkur þar í 8 tíma eða eitthvað. Já, það var svolítið góð byggð þarna en mitt eftirlitismoment þar sem að Birkir hélt að hann væri að fara að deyja var náttúrulega þegar við fórum og okkur var skuttlaði þessa heitu laug. Já, ég glimti því. Já, og svo heldum við að væri búið að skilja okkur eftir og vorum farin að ímynda okkur einhver ísbjarna öskur og leita sambandi og hvað. Þetta var svona frekar skuggalegt sko. En svona kannski allra eftirminnilegast er þó að hafa farið á tælenskan veitingastað inn í fiskverkunarhúsi og borða svona tælenskan hreindýrarétt. Já, hann var helviti góður. Já, hann var mjög góður. Já, ég get alveg viðurkennt það, ég bjóst ekki við miklu á þessum veitingastað en hann þokkalega kom á óvart. Verðum við ekki bara hvetja, nú er að koma flugvöllur til Kakartok, verður ekki bara hlustendur að fara þangað?
Ég held að Grænland sé staður sem að Íslendingar þurfa að heimsækja í raun og veru. Þetta er náttúrulega fáránlegt hvað þetta eru miklir nágrannar okkar og nálægt okkur að það er eiginlega bara ótrúlega upplifun að koma og kíkja þarna. En svo líka náttúrulega er bara stórbrotið, ég verða að viðurkenna sko að Þorbjörn eflaust þekkti þetta náttúrulega miklu betur hvað er búið að vera að brasa þarna, en ég maður var svona bara búin að lesa svona óljóst svona hvað var í gangi þarna og ég hef eiginlega bara varla orðið jafn undrandi að sjá umfangi eða þessari starfsemi sem er búið að byggja þarna upp og vinnuna og svona áhrifin og allt á samfélagi sem þetta er búið að hafa þarna. Þetta er bara maður er eiginlega bara svona hálfsnortinn. Já, það er ekkit ólíklegt að hann komi aftur fyrir því þetta en eldur, en já, þetta og bara, viljum við ekki bara nota tækifæri og það konum aftur fyrir höfðinglegar móttökur? Jú, sko, mér langar bara að bæta við þetta líka að því að strákundi snertur nú aðeins á því, sko, þetta er einhvern veginn upplifun mínus væntingar og mínar væntingar til Grænlands voru engar, sko, ég held bara við erum þarna 3 að borða selspik og tefla inn á einhverjum sóðabar, sko. En eins og við erum búin að nefna hlutinni sem við gerðum, maturinn sem við borðum, hóteli geggja, drikkinni sem við drukkum, krúsin maður shit, og náttúran sem við upplifum líka, sem við erum kannski ekki einu sem búin að snerta á, bara þessi fjalldrangar, af því að eins og ég hef sagt áður kannski, en ekki kannski hér er bara, það er fullt af túristum sem koma til Íslands og maður bara hristir hausinn, þetta er bara Esjan, sko, þetta er ekki merkilegt fyrirbæri, en svo sér maður skrefi upp á við hann í Grænlandi, það sem þú sér bara þverhnípi ofan í einhvern veginn hafið, það sem að þú veist, við erum með Jökulsárlón, þeir kallaða bara hvern annan mánudag einhvern veginn og ofan á það eru hraundrangarnir upp í himinin og þetta er bara, fengum við þetta æðislegt veður líka en þessi staður er gjörsamlega kingi magnaður í alla staði. Ég var að muna að það kostast að þú eða Bessi sendi að það svo selur fyrir utan hótel og dáin að það á götunni. Hvað varst ekki að Bessi það? Glimti þið í selnum? Þetta var geðvik Já, og 12 ára krakki að reykja þetta var geðvik. Já, krakkarnir er alltaf út að leika sér einn með réttu Sjá krakkar að leika sér Það er ekki einu svona símanum það er bara að reykja. Já, þetta var geggjað. Já, kannski Hvað var best, Þorbjörn Atli? Var það að sjá Birki við döðast í þetta drekki? Hvað stóð mest upp úr? Já, sko mér fannst náttúrulega bara ótrúlega áhugavert eins og þið nefndu á þann að svona sjá hvað þeir eru að brasa bara með eigin augum sjá hvað er búið að gera þarna, þetta er Vestmiðan og þetta er allir þessi gangar þarna sem er búið að gera, átta sig á tækninni átta sig á þessu landfræðilíkani sem eru búin að setja þarna upp sem að þið voru nú örugglega að drekka bjór með að ég var að skoða það og svona, þetta er bara svo miklu stærra en maður átta sig á maður verður að fara þarna til þess að átta sig á því. Já, algjörlega, samanlega þessi. Algjörlega, ég meina ég var svo sem bara búin að sjá einhverja fréttir af einhverjum leifum og einhverjum svona áætlunum hvenær eitthvað fari í gang en ég einhvern veginn umfangið sem hérna er bara starfseminni bara það var alveg mind-blowing sko. Já, mér fannst áhugavert þegar við vorum komin að inn í námuna, ég man nú ekki mikið eftir því en ég var ekki fullur, ég var bara hræddur sko hvað allir voru miklu gullsérfræðingar, Leifur, þú sást gull og hverju stráðið hana? Já, maður var bara að skrapa þetta hún í vasan síðan á tímabili. Klart. Já, og svo líka bara hvað eldur er skemmtilegu sögumaður og skemmtilegu kall og gaman að sjá hvað það gengur vel. Já, frábært. Maður lærið ímislegt þarna, maður lærið páfagauka og svo lærið ég... Já, páfagaukurinn. Já, svo lærið ég, sko, ég lærið nýtt fyrirbæri sem heitir nátthettan, sko. Kannski fyrir betri við það síðast. After Dark. Já, það er After Dark. Strákar, ég vil ekki bara gera þetta árlegt. Að hittast hérna að það er Grænlands. Bæði, bara. Já. September á þessu ári. Já, en það er komið að heimaðinu strákana. Kannski byrjum á þér bara Bjössi og þú ert í boði Orku náttúrunnar. Já. Þeir vilja, hvað segirðu? Nei, gott með það. Nei, þeir vilja bara þakka aftur fyrir viðskiptina á liðnu ári og hvetja alla til þess að hlaða hleðslustöðunum árið 2025. Það er endar áramótið þetta mér, ég ætla bara að hlaða hjá hún. Já, appið náttúrulega góða, það er svo handtækt. En nóg það, Björn. Já. Þú ætlar að taka saman fréttir ársins árið 2024. Topp 5, jafnvel.
Sko, já, það nú bara þess vegna sem ég eiginlega orðin hálfþunglindur að þetta var rosalegt sko hörmungar ár á mörgu leyti. Það bara í janúar náttúrulega brennur Grindavík. Það hann Lúðvík blessaður sem að dettur og hann í sprungu og náttúrulega hræðilegt mál. Svo eru bara skelfileg svona morðmál í Neskaupstað og á Nýbílavegi sem voru svona mjög þung. Svo náttúrulega það svolítið mikið fyrir þjóðina að fara í gegnum 2 kosningar á einu ári og svona frekar stutt á milli og maður finnur það sko, ég held að fólk sé bara orðið svolítið svona frétta þreytt sko eftir þetta hafari allt saman. En svona eiginlega uppáhaldsfrétti mín á árinu varðandi þessa meintu svikamillu hjá Quang Le eða Davíð Viðarsinni. Það náttúrulega alveg ótrúlegt mál og sérstaklega með þegar kemur svona í ljósa einmitt, hann bara búin að stela nafni vina síns í raun og veru og það eitthvað hjónabandan út í Víetnam sem tengist því og einmitt rottuskíturinn og allt þetta, þetta bara eins og einhvers konar bara glæpasaga í raun og veru. Þannig að mér finnst það svona að vera fréttamál svolítið ársins fyrir utan þessar hörmungar sem ég búin að minnast á. Hvernig kom þetta upp? Af því að muna eftir þessu máli en manstu hvernig það kom upp? Þetta rauninni kemur bara upp út af óhreinlætinu. Að það finnst það finnst svona einhver lager af einhverju maturu og rottuskítur og líka svona einhverju vísbendingur að eitthvað fólk hafi líka bara verið að sofa þarna sko. Já. Þannig að það finnst og þá einhvern veginn fer spilaborgin einhvern veginn að hrynja í kringum þetta allt saman sko. Þannig en þetta var alveg ótrúlegt fréttamál. Já. Maður bara svona, maður eiginlega bara skilur þetta ekki. Við förum yfir mann ársins í lok þáttar en hann tilnefndur í ykkur? það liggur við að hann ætti að vera top 10 sko. Þannig að við sjáum til að svo sem ekki búið að dæma neitt en þetta lítur ekki vel út fyrir Quang Le. En það svo magnað samt, fyrst þú minnist á Davíð Viðarsson og þetta mál allt saman, sko að þegar maður heldur búandi á Íslandi að allt regluverk og allar reglugerðir og allt eftirlit sé svo stíft, samanber bara MiFID og eftirliti sem að fjármálastofnunir þurfa að hafa, sko að þetta geti gerst í veitingageirinum, þetta er ekki hreinlætisbrot, þetta er mansalsbrot og þetta er bara hann er sakaður ég held þessi 25 ákærulegir sem er samt minn en Kurani en þú veist, þetta er bara bilun þetta sé hægt á Íslandi. Já, þetta er ótrúlegt en það er bara ekkert rosalega gott eftirlit, ég held að ég mitt að fari allt effort í fjármálastofnunar einhvern veginn eftir hruna sé bara sé ykkur ultrafókus á það því að það er ekkert rosalega mikið eftirlit sem heilbrigðiseftirlitið er með í raun og veru, það er bara held ég meira að bregðast við heldur en að fara í eitthvað svona fyrirbyggjandi. Já, algjörlega. Já, einmitt og eins og segir, mikið af sorglegum fréttum stuðlar, brunninu, þetta er bara ég var að horfa fréttaanalinn þarna á áramótunum og þetta var bara annars ég brotnaði bara niður, þetta var hræðilegt Þetta ángríns, ég er bara fyrir utan að þessi 2. janúar að þá sem sagt að fara að reyna að finna einhverjar skemmtilega fréttir á árinu og bara meira en að segja það sko. Já, klart Sko, mér langar að fara aðeins út af handritinu, Birgir. Já, takk fyrir það. Ef við leyfist. og spyrja þig, Þorbjörn Atli, að því að þú hefur verið þungt ár kannski fyrir fréttamennina, þá voru því alltaf að segja sígandi lukka best á hlutabréfamarkaðnum með þegar í ár. Þetta er nú bara heimaðuna sko. Jú, sko... Sorry, ég ætla bara að skjóta inn í, Þorbjörn. Heimaðurins Þorbjörnar Bjössi kemur með skákvandi sitt eftir, það er alltaf vera crazy í skákheiminum. Hann ætlar að taka saman winners and losers á hlutabréfamarkaðnum árið 24. Þannig að, sorry, ég greip fram fyrir Þorbjörn, winners and losers. Ég var líka samt til að heyra svo bara stór sögulín. Já, hann gerir þetta bara eins og hann vill. Já, sko, winners and losers, það er, þetta tengist í rauninni allt svolítið spurningunum sem þú komst síðan með í kjölfarið og eins og ég horfa á það, þá er einn mælikvarði, þá er auðvitað bara hvernig rekstur fyrirtækis gengur, annari síðan hvernig hlutabréfaverðið þróast og svo framvegis. Það sem að ég horfi allavega varandi vinnerina að þá horfi ég svona svolítið til þrautsegju
Ok. og mér finnst ég sko þurfa allavega að velja 2 og það eru þetta báðir góðkunningjar þáttarins, það er annars vegar þá er það semst Alvotech og Robert Wessman að hafa að í rauninni hafa klára þetta loksins, þetta erfiða mál að komast í gegnum nálaraugu FDA eftir að vera búnir að byggja fyrirtæki upp í 12 ár og svo finnst mér auðvitað hann eldur líka eiga að vera í þessum hópi að styttri ganga en þó 7 ár síðan allavega hann startaði 7 eða 8 ár síðan hann startar Amarok og það geta staðið þarna brosandi með gulli loksins, það er náttúrulega ótrúlega þrautsegja og ekki sjálfsagt mál, þannig að þetta er svona það sem að ég sé fyrsta kasti, svo get ég flækt þetta ekki Halldór Benjamin punching air núna jú, þá ertu komin í hlutabréfa verðið og það sem að kom held ég mjög mörgum á óvart að þetta var svona, hvað var maður að segja, revenge of the nerds, þessi fasteignafélög hafa ekki þótt mjög svona spennandi þó ég sé búin að hrifin að þessum félögum mjög lengi þau eru náttúrulega bara mjög solid og skila fínni afkomu en hann var vinnerinn það var það félag sem að hækkaði mest á árinu og svona ótrúlega að skoða í rauninni þróun á seinni helmingi ársins fyrst og fremst að eftir að þeir skiptum nafn að þá er ég held að vera 2. júní það er bil að þá er semst heimar upp 67% rosalegt og ég er svona ákveðin lærdómur fyrir þá sem að svona starfa á þessum markaði að vera eitthvað að predika sérstaklega yfir hausamótunum og fólki en þetta svona kennir manni það maður er búin að hlusta alveg óþægilega mikið á það hvað er þægilegt að halla sér að stýrivöxtum eða vöxtum bara yfir höfuð það er svo góð ávöxtun að því en þannig kemur heldur betur á daginn að svona ólíklegustu fyrirtæki þegar einhver kraftur leysist úr læðingi að þá getur þetta hlaupið gríðarlega hratt og ég veist að þetta geta átt við talsveit fleiri félög og þetta svona ætla að tímasetta hlutina og vera að fara út af markanum oftast þegar allt er í skralli og enginn vill snerta við þeim með töngum að þá auðvitað átt að vera að kaupa eins og þetta dæmi er og sama á til dæmis Kaldalón sem er annað fasteignafélag og svo framvegis Já ég hugsa bara alltaf Marel æði sem greip sig það var náttúrulega óskapar þjóðurnar Marel og Æsir og maður auðvitað keftur þær í 900 og ég kaupi mest á toppnum sko. Þeir allir að tala um það mæti ég já, ekki alltaf leif en Marel kannski önnur sögulegin árunu er búin að vera í smá brekku en þetta kannski fór betur en áhorfist þetta JBT og Árna Odds fléttan og annað Já og ég vil sem sagt þá bara afgreiði þá þessa spurningu mann ársins og mér finnst þeir eiginlega að vera 3 Já svona af því að ég væntanlega tek nálgun að svona tala fyrir hönd fjármálagerans okay. að þá eru þessi 2 sem ég nefndi áðan en mér finnst líka Árni Oddur og þetta svona gleymist oft núna er komið í janúar en það sem hann var að ströggla í upphafi síðasta árs og nær fjárfestu með sér í lið til þess að nálgast þessa hluti sína aftur og svo framvegis og svo hefur það gengið alveg eins og í legasögu og það er svona annað merki þrautsegju að gefast ekki upp Já, klárt Já, Árni Oddur, Eldur og Robert Wessman, þetta eru 3 toppmenn Já Við erum nú með okkar tilnefningar líka Já, það komum að því Kemur eftir kannski skellum okkur bara í gallaböksunar
Vint í galaböksunar í búið Dokkobit. Alltaf gaman, gamli vinur og nýjir, Birkir. þá erum við að gera eitthvað rétt eða vilja koma aftur. Dokkobit voru þetta með okkur hérna í den og eru mættir aftur og það gaman að vera með Dokkobit í liði af því að það sem að lausnin sem að þeir bjóðu upp á Já. hún góð og ég nýti mér hana nánast á hverjum einasta degi rafrænar undirskriftir gerðar einfaldar undir þetta skjöl Rafrænt á hraðari, öruggari og þægilegri hátt á öruggan hátt, já. og með Dokkobit að það leikur rétt. Mér langar, sorry, ég ætla að spyrja Þorbjörn aðeins meira. Ég ætla að spyrja hann sko hvað, segjum fyrir þá hlustendur, auðvitað ertu þetta ekki til að gefa fjármálaráðgjöf en hvaða félögum á að fylgjast með árið 2025 og þú ert eftirnefna losers líka sko. Það er svo leðilegt. Það að skauta fram með því. Það er engin lúserar en ok, sko ég veit ekki hvað við förum mikið svona í þetta en hérna ég get auðvitað haldið langan fyrirlestur þessi fyrirtæki sem ég er búin að nefna svona ef ég klára það er ákveðið build-up inn í 2025 og ég nefndi það áðan að í tilviki Alvotech að þeir klára þessa verksmiðjúttekt og hérna klára fjármögnun og svo einhvern veginn svona allan út frá hlutabréfa verðinu að þá þyngist róðurinn á markanum hvað þetta félag varðar og hver svo sem ástæða þessi er en maður verður svona að líta til áfangana til viðbóta við FDA á síðasta ári að hérna þeir tilkynna það, ég held í aprílmánuði að þeir séu búin að gera samning við einn af þessum 3 stóru söluaðilum í Bandaríkjunum en gátu ekki greint frá því hver það var á þeirri stundu og markaðurinn brást ókvæða við en svo kom á daginn að þeir voru nú ekkert að skrökva því og gerðu risasamning við hérna sem sagt félag í eigu Signa Group og fengu þar með aðgang að þessum langstærsta markaði með hérna hliðstæðu við Humira eða Humira lifið í kjölfarið og eru núna komnir á þann stað að vera svona í kringum reiknast manni til að vera detta í að hérna vera með 15% markaðshlutdeild. Það er auðvitað alveg ótrúlegt þrekverki að hafa náð því og horfurnar bara mjög góðar og eru síðan búin að koma með guidance og eru búin að hækka áætlun fyrir árið félagið fer á stað með næsta lyf hjá sér sem er hliðstæða þó við Stellara við mitt ár í Evrópu, þau farið fyrir inn á markaði í Kanada og er núna búið að sem sagt, hefja sölu í 23 löndum af rúmlega 50 þar sem þeir ætta sér inn á og maður heyrir ekki annað en að það gangi bara betur en menn þorða að vona á þeim tíma þannig að það er auðvitað búið að undibúa jarðveginn fyrir árið 2025 félagið ætlar að hérna fara af stað með 3 önnur lyf á árinu og er með útistandandi áætlun núna 6 til 800 miljón dollara í tekjur og allan var gamla markmiði hjá þeim að EBITDA hagnaðarhlutfalli væri yfir 60%. Þannig að dælinn í Alvotech? Já, og svona setja þetta á þess að vera með eitthvað fjármálaráðgjöf, þá finnst mér samt sko, það vantar að edukera og mér finnst reyndar Hörður Ægis, vinnur minn, búin að gera það gríðarlega vel, sérstaklega hvað þetta félag varðar, en ef við setjum svona einhverja stærðir í perspektíf að þá eru sko, fyrir það fyrsta, þá eru þetta örfá félög í heiminum sem að gera það sem að Alvotech er að gera. Þetta eru í grunninn bara 2 kóresk fyrirtæki, eitt sem heitir Celltrion og eitt sem heitir Samsung og svo eru svona stóru lyfjafyrirtækin Amgen mjög öflugt að þróa fjöldan allan af lyfjum en það sem að
manni finnst áhugavert að sko Celltrion sem félag sem 20 ár síðan þeir byrjuðu að þróa hliðstæður og maður einhvern veginn heldur að þeir séu konir eða margir halda að þeir séu kannski komið fullt að lyfjum en áður en Humira kom á markað þá voru bara konið með 3 lyf fyrsta markasett árið 2014 þetta félag kostar í dag í kringum 27-30 miljardar dollara það eru 3.000 og 3 eða 4, 5, 600 miljardar þeir kostuðu svona þegar þeir voru að fara í gegnum innan $500 tekjum úr í kringu 10 miljardar dollara þegar þeir eru að fara í gegnum miljardin þá kosta þeir yfir 20 miljardar dollara Alvotech kostar í dag 4 miljardar dollara sem eru tæplega 600 miljardar það sem áhugavert að Alvotech með nýrri tæki og splunkunýja vestmiðu, allt tipptopp að það sem maður getur allan hort til að í tilviki Celltrion þá verið að prísa inn að einhver leyti framtíðina og þeir kosta með margfaldararnir eru háir en eftir 2 ár eftir 3 ár þá eru þessi félög ef maður horfir á það sem þeir eru að gera sem þá að framleiða þessi hliðstæðulyf samlega því að Alvotech rúllar út sínum lyfjum að þá eru þessar pípur sem þeir eru með þessi produktin sem þeir eru að selja þá þetta mjög áþekk pípa. Já, minnar þannig að það svona eitthvað sem að ég horfi til og á þessi að fara í einhverja brjálæðislega detail á þessu að þá þetta allavega eitthvað perspektíf. Já, klárt. Varandi Amarok að sko ef maður horfir á og ég vil nefna það líka að eins og í tilfelli Alvotech þá vantar auðvitað bara miklu meira efni eða meiri umfjöllun félagi. Mér finnst að mörguleiti þetta segja líka ákveðna sögu, kannski ekki svipaða en svona með Amarok að ég les þessar erlendu skýrslu sem hefur verið að gefa út bæði fyrirtæki en í tilfelli Amarok þá lenskan í þessu allavega hjá þeim sem eru að fjalla þá að það er verðmötin byggja bara á því sem í hendi en eins og við vitum eftir að hafa verið þarna og lesi bara stúdíur síðustu sem hafa verið búið að vera að rúlla út að þá liggur hann bókstaflega á þessu eins og ormur og gulli og bronsi og hvað hann að auðlindin sem hann eiginlega búin að segja okkur frá að hann viti af, hann bara ekki búin að staðfesta hann alla það sem umfram að það hefur nánast engin áhrif á þessu verðmönd það allt eftir og hann stúdía sem þau komið með þarna í Nanox sem gríðarlega sem annars svæði en við vorum á austurhlutanum eða suðausturhluta Grænlands sem gefur gríðarlega góð fyrirheit og svo núna held ég að sé hvað á fyrsta korter þá hann að fara að koma með þetta staðfesta auðlindamat á námunu sem við vorum í og það auðvitað ákveðna væntingar að sýnu fram á það að þessi talsveit meira gullandi staðar sem getur þá verið að japla á næstu áratugina ég kannski komin langt út fyrir efnið en þetta svona sko, og svo maður skoðar þannig að menn, sorry, þannig að bara að því að vita hlustum vilja vita þeir ekki á seinir inn í Amarok núna ég ætla ekki að segja það en ég ætla bara að setja smá perspektíf að þarna ertu með námu sem topp 2% í heiminum út frá sem sagt greiti eða einkunninni á æðinni sem hann að japla á bara í Nalanúk þar sem við vorum það ekkert og við erum ekkert að tala neitt annað en það Nei. og ef maður horfir á samaburða eða önnur félög
sem að eru prísu kannski svona, ég myndi segja svona 12 til 15 sinnum hagnaður cirka bát, segjum það en þar er þetta að tala þar er einkunin á gullinu sem að er að vinna upp úr jörðinni svona frá 2 og upp í kannski 8 meðan þeir eru með einhvern upp á 16 þannig að þetta er meira profitable en sko punkturinn minn er bara að sá að það er ekki verið að gefa mikinn gaum að í rauninni sko hvað það eru miklu meiri verðmæta hérna inni það er bara verið að prísa þetta miðað við nákvæmlega það sem eru búnir að finna Einmitt. en þeir vita að það er meira Þetta er ekki framtíða greiðsluflæði sem er verið í dag eða hvað? Já, út frá því sem eru búin að sína fram á þessi búin að finna okay, en síðan auðvitað eru þeir með öllum þessum rannsóknum og þessu jarðlíkani sem ég var að nefna áðan að alltaf sína fram á að það sé meira og þeir eru auðvitað búin að segja eins og í Nalanúk hvað þetta eru staðfest 320.000 únsur á gulli en þeir telja að þessi æð sem við vorum að skoða séu 2 milljónir únsa 320 únsur það tekur þig svona 8 ár með þessa vestmiðu sem við sjáum að mann rétt að vinna það og þeir telja hún sér eins og ég segi 2 milljónir únsa og þannig að þú getur þá verið að vinna þessa æð upp undir 40 ár síðan liggur þetta fyrir og að það er önnur æð þarna fyrir ofan sem er annað eins og og leiðu að ná að staðfesta alltaf meira og meira og meira með þessum rannsóknum að þá hækkar virðið á öllu byggsin síðan eru þetta bara sko, þetta eru náttúrulega bara alveg og það er náttúrulega miklu skemmtilega að hlusta á eldtal það en það er auðvitað að komum alveg gríðarlega sterka niðurstöður í Nanok bara sem er eitt dæmi og svo er þetta náttúrulega eins og þið sáuð bara nú þyrlu sko út allt sko ef við tökum bara þessi sorry að bæta örlítið við það bara að því að eins og Þorbjörn er að segja sko það er verið að miða við æðina sem þeir eru að vinna núna en þeir eru búin að tryggja sér leyfi allt kring sko og svo er hitt þetta er búið að taka einmitt 8 ára einhver sko að byggja upp know-howið og fá rétta teymið og koma búnaðinum þangað inn í einhverja ekkert grín nei, þetta er hjari veraldar þetta er kannski þú veist, greitið er mjög gott þarna sem er að vinna á gulli en þetta er samt líka bara eitthvað fjall sem að er bókstæla á hjara veraldar sko ef þeim tekst að gera þetta núna þá er bara uppbyggingin og nóðið sem eru búin að byggja upp það er að koma nýr flugvöllur ef þeir finna æð nálægum stað að bara vera með kranana og dót sem þeir geta bara fært að milli einhvern veginn en það hlýtur að byggjast upp einhver hagkvæmni það hlýtur að vera einhver hagkvæmni margfaldar á þessu ef þeim tekst síðan að sína fram á gullið í kring algjörlega og eins og ég nefndi í Nanok þetta séu 110 km sigling ef þeir ætla að vinna þá gullið í Nalanúk síðan eins og við sáum vakar sem er næst í fjörðu við hliðinu það sem var bara bersýnlegt gull í fjallinu það er þetta bara mjög nálægt nú er ég ekki verkfræðingur og veit ekki hvernig svona fungerar nákvæmlega hvenar það borgar sig fyrir því að byggja vestmiðuna þá hvort sem það er í Nanok eða annað en síðan ertu náttúrulega með eitthvað risavaxið kopabelti þannig líka og þessi rear earth hálmálmarnir fágætu og svo framvegis og svo þetta er annað þessi geopólitík og það sem að Trump er að tala núna og einn kollegi minn sem var í Allipalli og pílunni veit ég hvort þið tók eftir spjaldinu sem að stóða bæ Amarok, not Greenland það var geðveikt spjald ætlar að skila auði í lúsurum með hann má ég koma upp á stungu þar? Já hvað með öll félag, það er auðvitað búið að vera ég er alveg með nokkur í huga já, ég meina, það er fullt af félagum búið að vera að koma að markað og svo er kannski nokkur þeirra sem einhver myndi segja ættu ekki erindi sem við inn á þennan markað við erum með félag sem að reynda að komast á markað en dróðu sér land já, það er náttúrulega
held að svona gerir alveg sterkt tilkall en fór ekki á marka og ætti það leiðandi að sleppa kannski og þetta að vera í pólitík Já, ég vann nú með Kristúnu í nokkur ár sko en og Ásdísi, þetta allt meira og minna komið í pólitík og Stefán Bróti bæjarstjóri í hvað Borgarnesi já. En auðvitað horfum á hlutabréfaverðið og svona kannski þau félög sem ströggluðu hvað mest það augljóst að svona afkoman hjá sín var ekki eða sem sagt þau eru bara í þessum uppbyggingafasa núna og búið að vera erfitt hjá þeim og svo þetta er kannski play sem að hefur verið að ströggla ég held að þetta sé svona augljósustu dæmin en þú veist að kalla það lúsera þetta er svona daldið hart sko ég fannst Hallstóð og vildi kalla þetta það sko eiga erfitt ár kannski já, og þeim eru komað tilbaka allavega mínum enn í play, ég get lofa því já, klart mál já, herru við ætlum að fara yfir í þetta var geðvegt bæði við, þannig að bara dælinn í Alvo og Ammo nei, en þarna bara en þakkum Þorbirni fyrir frábæra greiningu á árun á hlutabréfamarkaðnum já, þessi menn koma fyrir og eftir í tilnefningunum sko. Ég var bara að byrja við fáum við aftur, engin spurning Herra Róbert Vestmann fólaði með Instagram við þurftum að sína öllum það var ótrúlegt, já gallabuxur voru við byrjar á hápunktum ársins eða varstu bara að taka eina fórskot á seluna þannig? Nei, áfram Já, moment ársins Já, það er á nóg að taka í skákinni Gátum við ekki fengið Bjössa á betri tíma Molla í þessari blessu íþrótt sko, Bjössi, þú hlýtur að vera himinlefandi með það sem skákmaður og ritstjóri DFF Ég elska dramatík, það er bara þannig og Byrjum á gallabuxnamálinu, hvað gerist þar? Já, í stuttumáli þá er sko það er búin að vera svona þróun í alþjóða skáksambandinu það er að koma miklu meiri peningar inn í skák og það er svona verið að reyna að vera meira professional og þá er sett þessi svona það komið svona svolítið bjúrokrasi í skákina og maður búa til svolítið svona reglur sem að dómarar geta farið eftir og eitt af þeim var dresscode til þess að reyna að láta þetta líta nú svona sæmilega út og já, það eru þess að gallabuxur bannaðar og sko það var alveg þörf á því að skákmenn eru ekki mesti tísku mókular og sumir alveg í eigin heimi og myndi bara mæti í joggingbuxunum sko á svona viðburð þannig að þetta var svo sem alveg þörf fyrir það einhverju liti en þannig eru þess að gallabuxur bannaðar og Magnús Carlsen mætir á öðrum keppnisdegi og búin að ganga illa og segist hafa eitthvað bara gleymt sér og mætti samt mjög snirtilegur sko. Hann var klæsilegur? Hann var klæsilegasti maður á svæðinu? Já, bara svona smart casual og ekkert að því og mér finnst það einmitt svolítið svona reglurnar voru settar svo væri ekki ósnirtilegur og mér finnst þú þurfur svolítið aðeins að horfa á sko hvernig tilgangin með þeim því að hann var ekki skar sig eitthvað út úr að vera eitthvað sóðalur en allavega þannig er þess að dómari sem er enskur og vill þannig til að ég var á skákmóti í London í desember þar sem þessi dómari var líka og þetta er svona algjör svona ferkantaður eins og skákmenn eru þetta aldrei náungi sem sér ekki sko, sér allt svart og hvíta, það er ekkert grátt þarna og ég sem er ekki eins og með skap sko, hann pirraði mig svo mikið að ég var alveg brjálaður til hann og ég get alveg séð það fyrir mér að þessi maður sem sagt sektar Magnús Carlsen $200 sem að Magnúsi var svo sem alveg skítsamur Shit, hann hefur bara fengið sjokk hann Carlsen en svo skipar honum sem sagt að fara upp á hótelherbyggi og innan 2 umferða og sem sagt klæða sig einhverjar almennilega buxur og Magnús bara hunsar það og verður bara fúll og þá enda með því að hann er ekki paraður í 10. umferð að 13 og fær bara 0 vinninga og þá hættir hann í mótinu og fer í viðtal þarna og segir alþjóða skáksambandinu að fokka sér og góða í skákinu menn er ekki búin að fá svona eins og í fótboltanum svona fjölmiðla svona eitthvað þjálfun sko sem menn segi ekki neitt og eru bara svona dipló en hann hendi bara að segja þeim að fokka sér sko og svo undir niður í kraumar svona önnur saga sem er sko að Fíti og Magnús Carlsen er í svona smá baráttu að því að hann er svolítið farin að leika lausum hala því að sko allir styrtaraðarnir vilja hann þeir vilja hann frekar en skákina þannig að
þannig að hann orðinn svolítið stór og farin að fara sína eigin leiðir og Fíti svolítið að reyna svona stoppa hann í því, hann að fara að stað með einhverja mótaröð á næsta ári sem eru bara einhverja ævintýralega peningar í og og svolítið fyndi sko að sterkustu skákmennir þeir vilja eiginlega fylgja Carlsen því þar eru peningarnir og menn voru farin að spá að mæta bara allir í gallabuxum daginn eftir í svona mótmæli og eitthvað og svo þetta allt komið í einhverja algjöran graut og hann ætlar ekki að vera með þarna í seinna mótinu sem heimsmeistaramóti í hraðskák og þá það forseti Alþjóða skáksambandsins þarna Dvorkovits sem að hringir og bara sleikir á honum á raskatið þannig að Carlsen mætir þarna í næsta mót og náttúrulega sjálfsög í gallabuxum bara til að halda áfram að gefa puttan og svo þetta bara þetta mál allt saman var náttúrulega ævintýralegt en svo var bara alls konar geðveiki að gerast þarna eins og Svo vinnur Carlsen mótið með einhverjum öðrum eða ekki? Jú, sko, það voru nokkur svona moment sem voru mín uppáhalds það til dæmis náttúrulega Hans Niemann þarna endaþarms Hans þarna sem að gerði nú allt vitlaust þarna árið með kynlífstækin og hann til dæmis í fyrsta skipti mætast Hans og Magnús á okkur svona alvöru Fíti-rated móti og þeir teflaði 4 skák einví og náttúrulega hata hvern annan og Hans var næstu búin að vinna, hann var komin í 1,5 af 2 og þurfti bara að vinna eina skáki viðbót en Carlsen náði að vinna 2 síðustu skákinar og þar sá maður alvöru tilfinningar að Carlsen hann var brjálað já, hann svona lyfti upp höndum svona pumpaði upp í lofti og svo kýldan í borðið og alvöru klikkun sko og svo á sama tíma skömmu áður að þá hafði þessi Hans Niemann átt að tefla við Dubov sem svona rússi sem vinur Carlsens og Dubov mætti ekki og laug því til svo hann ekki sektar, hann sopnaði upp á hótelherbyggi og bara alls konar svona geðveiki sko og svo eru þessi skákmenni þeir fara bara beint í síman eins og hann fór bara á Twitter og sagði það allir aumingjar og þú ekki neinu og ég til í að tefla hvern sem upp á 3 milljónir bara svona, já, alveg og svo einn sem heitir Ivanchuk sem svona Íslandsvinnur það að ganga svona TikTok myndband á honu þar sem hann klúðrar einnig skák, missir þá einhverjum nokkrum milljónum í verðlaunafé og hann fyrir bara svona öskurgráta 60 úkraínsku stórmeistari og bara með svona ekk og bara hátt yfir allan salin og þetta bara, þetta náttúrulega ótrúlegir karakterar í þessu sko í þessu sporti þannig að þetta var algjört fjasko og svo náttúrulega gerist þetta með að í lokin að þá þessi að berjast þannig í úrslitum og þá bara Carlsen og Nepo já, og eru búin að tefla fyrst 4 skákir svo eru búin að tefla 3 í svona bráðabanna og þá bara handsaðlega það að deila sigrinum sko sem náttúrulega Þetta basically bara svo í fótbolta já, bara... sko ég reyndar að því að það hefur, ég held að það hefur ólympíumót ólympíuleikunum og þá gerðist þetta í hástöki þannig að þeir voru einhverjir 2 hástökura sem bara, við deilum bara gullinu og allir sáttir og það gerðist en þannig að þetta svo sem ekki einstakt í einhverju íþróttarsögu en þetta svona freka spes og mér skilst líka það sé allt orðið vitlaust af því að það var búið að veðja $milljónum á sko, hver yrði heimsmeistari nú það allt í steik sko, veðmálafyrirtæki brjáluð þannig að það svona þetta gæti alveg haft einhver afleiðingar sko að það verið að tala einhverja rannsókn og þeir hafa verið þarna bara að því það rosalega hart tekið á því skákina menn sé ekki eins og náttúrulega vandamáli með þessi jafntefli matchfixing já, það í mjög mörgum mótum í skákinni þá banna, þú verður að leika 30 leikjum áður semur í jafntefli því það svo erfitt þetta með að semja og það var til dæmis ekki í þessum móti þannig að já, þeir eru alltaf kannski að rannsaka Carlsen út frá einhverju svona matchfixing kjaftaði sko. Þannig að Carlsen geti ekki verið meira samæðli sko. Nei, og það vandamáli fyrir Fíti að ef þeir fara að rannsaka og ætla eitthvað að dæma, þá segir hann bara farið til andskotans og ég tek alla styrtaraðalinn og farin. En svo þetta svolítið gaman að því að Carlsen það elskuði allir Carlsen og það svo sem að stærstu hlutaðan ennþá, en hann samt svona orðin svolítið mikil prímadonna og menn svona alveg að fá svona Já, ég sá að góðvinnu þáttarins Hörður Magnússon, Höddi Magg, hann talaði að Magnús Carlsen hann telli sig yfir aðra hafið Já En samanlega því? Hann svona vottur að því sko og svo sem kannski
kannski það eitthvað heldur skiljanlegt ef maður dipló, sko, búin að vera bestur frá því að bara krakki. Já. Þetta er næst að koma 2 áratugir sem hann bara búin að dóminera þessi íþrótt og allir vilja sjá hann, það ekkert áhorf á skákmót nema hann sé með. Það pínu skrítið að hugsa til þess að við vorum að krýna nýjan heimsmeistara í skák á dögunum og ég held að fæstir hefði vitað af því. Já. Og svo klárast þeim við og nýgrundur heimsmeistara segir, já, en ég náttúrulega ekkert bestur í heiminum, sko. Nei, ég skrifa af og til skákfréttir á DVF. Ef það tengist Magnús Carlsen, þá það lesið. En ég reyndi að skrifa ykkur á nokkrar fréttir þetta heimsmeistaraeinvíð sem var í gangi, það hafði engin áhuga á því. Þannig að það svolítið svona gallinn að hann svolítið, hann alveg bara plánetta meðan aðrir eru bara eitthvað sangótt. Já, kannski eitt bara svona áður við förum að dempa okkur í flokkana góðu, við erum með nóga tilnefningum, hvernig gekk skák árið hjá þér 2004? Það var bara mjög slæmt þangað til undir lokin, sko. Ég átti mjög gott svona seinni hluta árs og ég fór þetta skákmót sem ég myndist á í London. Emirates Stadium. Já, það var sem sagt, ég ætlaði ekki að fara en svo allt í einu var bara tilkynnt það með frekar skömmum fyrir var að þetta væri sem sagt, 9 umferða skákmót í 9 daga á Emirates Stadium Arsenal leikvangi og ég grjótarur Arsenal maður að telt sem sagt allan tíman á leikvanginum og líka akkurat yfir það sem að Arsenal var að spila við United. Þannig að ég náði þeim leik líka og þetta var svo gaman að vera teflandi bara inn á leikvanginum. Ég trúði reyndar ekki að þú hefur glemt einhver að ná vellinu. Nei, það var útrúlega, sko. En það var þetta var svo gaman að því að ég var í 9-10 dag og maður var farin að bara kynnast fólkinu að þú lappar inn á öryggissverðinni, fólkið í fatahenginu, Patricia og einhver Alex á barnum og svo þegar ég fór á leikinn með sinni mínu 12 ára þá var ég bara hey Patricia, Alex og Björn og strákunum bara þaukir alla já, svona vann mér nokkuð stig hjá sinninum þar, sko. Já, sko, förum bara í aðra tilnefningu kvöldsins, þú gerur svo vel. Já, takk, sko, ég ætla kannski bara bæta við að því að eins og Bjössi var að tala þessi menn fá enga fjölmiðlaþjálfun og það skýn svo bersinlega í gegn og nýmann skemmtilegu karakter, sko, mætir henni viðtal blóðheitur NRK, Norska Ríkisútvarpið að spyrja hann spjörunum úr og hvað finnst þið svo mótið hingað til? Já, þeir eru náttúrulega bara gjörspiltir og öll bandaríska median, hún líka gjörspilt og eiginlega bara öll median í heiminum hún á mótið mér en ég sé að ég á mikið af góðum aðdáendum bara þakka þeim og ok, og hvað finnst þér? Og hann snýri sér bara fór. Þeir eru svo bílar þessi gæði, þeir eru bara gaman þessu. Önnur tilnefning kvöldsins eru. Já, Bjössi má velja hana. Skákmaður ársins 2024, innlendur og erlendur. Það yrði náttúrulega bara að vera held ég bara Carlsen, sko. Já, 17 ári í röðum. Já, vera svolítið boringa því að það snýst allt hann, sko. Og ég held að ég hefði kannski valið einhvern annan hefði ekki Gallabuxna skandallinn komið upp, sko. Það klinsaði þetta. En svo á Íslandi þá það náttúrulega hann Vignir Vatnar, hann var einmitt með mér á þessu móti út í London og var næstu búin að vinna. Fór síðan á risastórt, var síðan boðið á risastórt hraðskarsmóta sem hann jarðaði nokkra bestu skákmönnum heims og fekk bara, fór bara heim með fúlgur fjár eða velunum eftir og bara ótrúlega öflugur og svolítið gaman að líka sem sagt, hann sjálfur metnaðarfullur og mjög góður skákmaður en svo bara orðið svona smá svona samfélag í kringum hann og það eins og drengur sem heitir Birkir Ísak sem kannski enginn sem fylgist ekki með skák þekkir að það til dæmis strákur sem bara heimsklassa í svona sem aðstofamaður að undirbúa hann og þeir eru bara svona skiptast á upplýsingum og Vigni frábæra tefla og hinn frábæra í svona undirbúningi þannig að við gerum þetta bara eins og vísindamenn og það eiginlega bara dásamlegt að þetta einhvern veginn svona þekking sem hefur ekki verið í skákinni á Íslandi í smá tíma, sko. Algjörlega. Mjög mörg ár. Þannig að ég ekki segja það bara. Vignir og Birkir Ísak. Ég ætla að hrósa Þorbirni og Birni Þorfinns fyrir frábæra yfirferð í heimaðurinn sinni, stóðu ykkur frábælega.
Sko, nú erum við að fara að gera þannig að við erum að fara að tilnefna alls konar velun fyrir 2004 ég ætla að segja, þetta er skemmtilegasti þáttur að minnstakosti ársinn, sko, að vera með skák og fjármáli í einum þætti, bara því líka konfetti. Og sína okkur skilning og svona. Ég ætlaði nú að fara að tala snóker, sko. Fleiri jaðarsport. Já, tökum það. Drama þar líka, sko. Já, en sko, þetta verður semst þannig með flokkana að við erum með liði og svo erum við með okkar tilnefningar og þið megi skjóta inn og svo veljið þið út frá okkar tilnefningum og þið megi bæta inn, skiljiði mig. Þið veit ekki eins og flokkana, sko. Nei. En áður koma því, þá er struktúrlegur. Já, er Sölvi ekki bara ennþá kóngurinn þar? Er það ekki bara eins og í skákinni? Bara einn kóngur? Nei, drama nefnilega á síðasta ári var það. Já, í snókernum. Í snókernum. Ég er mikill áhuga maður snóker og ég var nú einu sinni mikill áhuga maður skák líka. Pappi mér dróð mig í Borgarleikhúsið að horfa á einhverja stórmeistara þarna fyrir 35 árum. Já, svo 88 hörgulega. Já, mitt. Og var í skákskóla og svona. En já, það var drama í snókernum að... Vannst ekki leið í Grænlandi? Jú. Klippum þetta út. Það var svona fixerað svolítið. Já. En það var sko í fyrra að þá gekk Ronny og Sölvan ansi illa og hann var einhvern veginn ekki að finna sig og var svona eitthvað komin upp á kanti við fjölmiðla og annað slíkt, þannig að hann hætti að spila með hægri hendinni. Alveg? Já, og spilaði bara með vinstri. Hart. Og það náttúrulega, en hann er mjög góður með vinstri. En þetta er náttúrulega glata, fullt af fólki að koma að horfa á hann og hann náttúrulega er ekki jafn góður með vinstri og með hægri, en hann gerði þetta í mörg ári, mörg móti röð. Og vann hann einhvern leik? Já. Er hann samt alveg heimsklassa þannig séð með vinstri? Já, hann er svona, já, ég meina, hann var alveg að fara í gegnum nokkur ránd með vinstri. Fáránlegt. Það er fáránlegt, en svo veit ég ekki hvað hann gerir núna, hann segist þér að svona, mögulega að fara að hætta, þetta er alltaf drama í kringum hann. Það er alveg karið þeir. Já, það er gaman að þeim, það verður að vera líka. Já, þetta er búið struktúr, allir að köpa sér einingahús á árinu, ég ætla að köpa með 2. Já, ég veit að margar sem eru með áramóta heitum að köpa sér struktúr einingahús. Ég elska það að þú hefur hent í struktúr og þér misserist, þú helst að vera að hann tala snók. Fyrst við erum byrjaðir, ég tek líka TM. Lífið er fullt af áskorunum og TM þeir taka þeim fagnandi og TM er alltaf að vaksa á dafna. TM óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum öllum gleðilegt nýsárs. Samanhverju til lífinu, þá viltu vera hjá TM. Ég ætla að byrja á sigurvegara ársins á Íslandi. Og okkar tilnefningar eru, og þarna bara getið þið skotið inn í hana, okkar tilnefningar eru, þetta var árkonur. Við erum með Kristján Frostdóttir, Inga Sæland, Þorgerður Katrín og Halla Tómasdóttir. Er eitthvað sem vantar þarna? Þá af konu eða bara eitthvað íslendingi við það? Ég myndi segja Eygló Fandal. Það er hún ekki Sturludóttir? Ég veit bara ekki hvað það er. Kraftlyftingakonan? Já. Nei, Rólaugur, hún er í ólympísku lyftingu. Já, fyrir ekki ólympíu, já, fyrir... Fjórða sæti á HM. Þarna sketi ég á með það. Já. Okay. Já, það gleymist, það er rosalegur árangur. Já. Ótrúlegur íþróttamaður. Já. Og svo kannski gefi stelpunni líka sjátt sem að var ekki á topp 10 listanum fimmleika. Já. Það var einhver rosalega árangur, ég bara reyndar, það rekist ekki hjá mér sko, ég skil ekki heim fimmleikana, en það ávist að hafa verið svakalegt. En takk eftir, við erum búin að nefna 6 konur, 0 kallar. Já. Svo líka náttúrulega Laufey Lín verður að vera þarna. Já, 7. kona. Það er ekkert eðlilegt hvað hún er búin að reka. Það er enda rétt. Hún er með fleiri mánaðarlega hlustendur heldur en bíklanir. Í alvörinni? Já, ok. Það er bara galið sko. Hún ættir enda að vera þarna, skal við ekki ná það. Hvað vil ég taka? Ég held að einmitt sigurvegari ársins bara hlýtur að vera Inga Sæland sko. Ég er sammála því. Veistu, það er bara sko, fyrir svona ári síðan hefur sagt mér að hún væri orðin bara ráðherra og hefði tekið allt þetta fylgi í alþingiskostningum. Ég hefði bara ekki trúið þessi. Maður einhvern veginn heldur alltaf að þetta muni einhvern veginn rekast á einhvern vegg en hún er bara ótrúlega klók sko. Já. Það er eiginlega bara alveg magnað sko, en núna er náttúrulega komin alvöru prófrun en maður bara... Verst ekki með hennar skæting? Það er svolítið, þú veist, hún verður svolítið að breyta taktík sem ráðherra. Er það samt? Án ekki bara halda áfram að vera hún? Ég held hún mun ekkert breyta, hún verður bara svona sko, en bara það verður kannski meiri leiðindu og erfiða spurningur og þú þarft að svara fyrir eitthvað meðan að þú getur náttúrulega svolítið frí ræta og rifi kjaft í stjórnaranstöðu. En hún hlýtur að, þú veist,
hún hlýtur bara að vera sigurvegari ársins með að bara vera orðin ráðherra í ríkisstjórn. Ótrúlegt. Við leifum náttúrulega lýðræðan og ráðina, þeir báðir velja Ingu, ég á með Höllu T. Hvað ætlar þú að segja? Halla Tómasdóttir var með 3% fylgi þegar kortið voru forsetakosningar. Sko. Já, mér finnst eiginlega Laufey Lín. Herru, þá sigurvegari ársins í Íslandi, það Inga Sæland til hamingju. Þú átt inni hjá okkur eitt bútvar. Ískaldan. Hefur hún ekki komin í þáttinn til þér? Jú, hún hefur komið. Já, það heldur vel í sig. Bara stóð sér frábærlega, sko. Ég var að gera sem með tilnefningar þessum. Sigurvegari ársins erlendis. Við þurfum að fá Laufey Lín. Vá, þurfum að fá hana. Ég á með Donald Trump. Það þinn maður líka. Já, það eiginlega ekki hægt að líta fram hjá honum. Nei, ég er á sammála því. Þetta ekki andmælt því, held ég. Ekki bara sammála það? Jú, ég er alveg til í að fallast á það, sko. Já. Sá geðuði maður. Frábæð náungi. Maður fólksins. Knattspyrnu fólk ársins. Þar eru tilnefndir Jóhann Berg, Hákon Rapp, Hákon Arnar, Ísak Bergmann, Albert Guðmundsson og Orri Steinn. Þorbjörn, ég ætla að leyfa þér að byrja. Ég held að það hljóta að vera Albert. Er Glódís Perla í alvörun ekki? Nei, það er konarflokkur þetta. Slaka. Já, ég held að Albert allavega fyrir mína parta þá er hann efstur á blaði eftir að það sem hann gerði á Ítalíu. Já. Sammála því Bjössi? Já, ég kannski væri mögulega með Orra. Já. Mér finnst það kannski vera á milli þeirra tveggja en ætli Albert verði ekki að taka þetta. Býtu hvenar voru leikirnir sem að spilaði ára þessu ári, mútið Úkraínu og Ísrael. Já, meina eins og mútið Ísrael, hann var ekkert eðlilega og sá maður hvers við erum búin að sakna og ég vona bara fljótlega á næsta ári að getum við séð framlínu bara Albert og Orri. Já. Það verður eitthvað sko. Líka og Hákon á miðunni, það verður eitthvað. Líka munið þið markina sem mútið Úkraínu þarna, hann var beintur frá hann tegina það, sett hann hana, shit. Voruð þið með Hákon Rafn á listan? Já. Mér finnst líka geðveikt að við séum eignast alvöru mark og það var alveg ótrúlega impressíft að sjá hvað hann var ískaldur að hann kom inn á Brentford-leiknum sem þegar Flekken meðist. Já, hann geggjaður. Hann var bara, það var eins og hann er ekki með taugar sem maður. Nei, og maður sá, það er ekkert sjálfsagt, eins og Rúnar hann heldur betur svona nötraðandi pressunni en það er eins og Hákon Rapp sé bara tölu sko. Já, rennur ekki blóð. Sko, ég þetta að það er auðvitað að nefna Orra í þessu samhengi. Orra Óskarsson fekk auðvitað drauma múv, er ungur, spennandi, búinn að vera flottur með landsliðinu upp á síðkasti. En Albert, at the end of the day, at the end of the year, hann er bara betri. Sko 14 mörk í seríu A. Hélt Genóa-liðinu uppi. Ég ætla bara að segja eitthvað strákar, þetta var rétt svar. Hetju framist að með KSÍ. Nú er komað þínu flokki, kvennaflokknum. Það er minn flokkur. Það er að sjálfsögðu Glódís Perla sem er samkvæmt Ballon d'Or held ég besti hafsend kvenna bara í heiminum. Og honorable mentions eru Karolína Lea og Sveindís Jane kannski. Já, hún topp 10 bara í heiminum besta kona samkvæmt Ballon d'Or. Ég ætla samt að segja Karolína Lea. Það er mitt faglega. Það er þín kona. Hún var best í ár. Nei, hann Glódís Perla. Já, það er Verður sammála því strákar? Það er óumdeilt. Já, ég vil reynda að taka hattinn ofan fyrir Sveindísi Jane að hafa náði minn mann Rob Holding. Já. Það gladdi mig mjög mikið sko. Sem Arsenal maður. Já, hún bara ótrúlega líka maður sem á eitthvað ótrúlegasta comeback á hárlínu allra tíma. Þetta er ótrúlegt. Þetta er bara eitthvað sko læknis undur. Ég hef þetta verið töflur sem hann að taka. Kollagen. Nei, ég er bara geggja þessi orðin Arsenal maður tengdasonur Íslands. Já, frábært. En ég held samt að maður verði að gefa þetta á Glódísi Perlu. Já. Hún er ótrúleg. Mér finnst hún líka vera búin að vera í þessu í 20 ár. Hún er ekki einu svona orðin 30, er það nokkuð? Hún er bara 28-9. Nei, hún er ekki það sko. Er hún bara 27? 26-7 sko. 26. Hún er búin að vera að spila í miðun hjartavarnarinn á Íslandi í bara svona 14 ára. Fyrir Glódís, ég held að vera að tala Sveindísi. Nei, já, hún er eldri. Já, hún er aðeins eldri. Hún er eitthvað nær 30, já. Hún er ekki 30. Jú, það getur alveg passað. Þjálfar ársins tilnefndir eru Magnús Már Einarsson, Maggi.net, fór upp með afturheldingu Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, vann titil á sínu fyrsta tímabili sem meistaraflokksþjálfari. Arnar Gunnlaugsson skrifaði söguna þegar hann fór með Víking í sambandsdeildina í Evrópukeppni eftir áramót. Og svo er ekki hægt að líta fram hjá einu. Viktor Unnar, Illugason, búinn að standa sig frábærlega sem aðstofþjálfari Vals. Þorbjörn,
Já, ég myndi nú segja Freyr. Freyr Ali? Já, þú veist búið að reka hann, ég meina Já, ég ætla að bæta hana við, þetta er rétt halda Kortíku uppi það er ég man ekki eftir það eru eins sko Nei. En já, svona allan má setja hann á blað en hérna já Freysi? Þetta er aldrei erfitt Já Bjössi, hvað segir þú? Ég held að Þeir eru alltaf búin að nefna svo marga sem eru búin að gera alveg Já, ég held að flott mót Ég myndi náttúrulega vilja bara Rúna Kristins Ég var í alveg að pæla að setja hann inn Ég held að mér er svolítið erfitt að þótt að sé alltaf erfitt að þegar menn eru búin að vinna svona mikið og vera svona framúrskarandi þá er mjög erfitt að líta fram í Arnari Gunnlaugssyni Já Þetta er náttúrulega ekki eðlilega flottur árangur í Evrópu sambandsdeildinni sem eru búin að ná sko. Þannig að það er helst pirrandið mitt hvað þetta geti tryggt Víkingum mikla yfirbyrði sko. Já, ég er maður er skítrættur við það en þetta er frábært fyrir íslenskan fótbolt og ég meina þetta Ertu að vitni í það að valsararnir sjóðunni blanki Og ég var með Dóra Átna þannig að þetta er slítið, hvað segir þú, Leifur? Með mér í Dóra Átna eða? Jú, ég hugsi ég fari Viktor Unnar hann er búin að staða sér frábæla en ég ætla líka að taka það fram að titillin er náttúrulega frátökin fyrir næsta ára því að minn maður Hörður Snævar á 4-3 er náttúrulega búin að taka við Dalvík og ég veit ekki hvað eftir að gerast þar með samherja peningana kannski bara eitt í blálókin var þetta hvernig vil ég sjá sem landsliðsþjálfara Freysa eða Arnar Gunnlaugs? Ég held ég myndi vilja sjá Frey mér finnst það bara já, það er eitthvað lækabúl líka við hann sko. Já, Arnar Gunnlaugs líka Þetta er bara einu sem er í búið Nei, ok, segja, það hefur talað um þessa tvo Viltu vera í úrlega? Þú vilt sjá Rúnar? Já, alls ekki missa hann úr En Nei, ég er svo sem ég held að séu bara svo ég takki pólitíkusuna á þetta aftur bara báðir flottu kostur sko Já, þeir eru báðir síkarlega flottir sko, yfirmaður knattspyrnumála, það er einn sem er að listanum þar, það er Kári Árnason vegna þess sko, að ég held að hann hafi bara sett Norrköping stólinn fyrir dyrnar Arnar Gunnlaugsson fer ekki nema bara fyrir einhvern fáránlegan prís og ég held að Víkingur hafi grætt svo svakalega á því og að því að margir hafa hugsað bara djúðlertu rugglaðar að hleypa honum ekki út þetta er tækifæri sem hann kannski fær ekki aftur það er ekki annað en að lendi bara í 3. seti og allt í einu er hann ekki lengur heitur biti sko. En það borgaði sig heldur betur þannig að Kári Árnason fær sjátt þarna Ég held að Kári var reyndar mjög fínn landsliðsþjálfari líka Já, hann er grjótharður sko. Sá er harður hann er bara svo ómyndalegur Já, það er kannski helst það myndast ekki nóg vel Hefur hann engan áhuga á þjálfun eða? Er það bara Vill hann ekki bara vera flottur bak við skrifborðið bara Eða? Ég veit það ekki Ég þekkir ekki neitt sko. Ég bara sé eitthvað fyrir mér að ég myndi hlaupið og hann myndi öskra Já, ég myndi rösta hann Já, eftir endilega rétt átt sko. Kristi myndi þess að segja, jú ég segja hann Fyrir alltaf, heyrðu þú var reyna að segja söguna að beltinu Nei, hann hlaupar hringinn Já, að beltinu Já, að beltinu Ég get ekki sagt á sögu Nei, ok Takk fyrir að minnast á hana Nei, ég náði því allavega að Kári er nú svona frekast berrætt típa sko Ég vil ekki svona berast mikið á Ég þekki hann nú, kauða, búin að þekki hann þessi lengi en það var einhvern veginn að þá tók ég eftir að það var með eitthvað svona svakalega svona Gucci sylgju í útsendingu landsliðsútsendingu sem hann skein á og ég fór að senda honum skilaboð þegar leikurinn var í gangi nú okkar maður náttúrulega nefti fyrir í seinni hálfleik og svo gaf hann mér þessa sylgju Já Skemmtilegt þá eru við komnir í það er bara lengjan held ég Jú Lengjan enda árið að bjóða upp á 180 miljón króna pott Sæl, fyrir 13 rétta Já, þú veist svo er það bara þannig það sem að þú vinnur ekki þú ertu bara að stiða við íslenskt íþróttalíf Rétt Var leikurinn hver verður hinsumstari hraðskák inn í því og allt í steik Já, leikar er allt í rugli á leikurinn núna getur sagt sko. Og svo er það kontakt fyrirtækjaráðgjöf Jú
kontaktu móta framtíð íslenskra fyrirtækja einn elsta sjálfstæða fyrirtækja ráðgjöf landsins og einn svo virtasta einnig kemur að eigendaskiptum endurskipulagningu það eru tugir fyrirtækja hverju ári Rétt, sem að rúla þar ekki fátt í 100 takk. já, 100 á þessu ári líklega en við höldum áfram ótrauðir fyrirtæki ársins og tilnæmd eru Alvotech Amarok Heimar Credit Info Scale Agro Play og DFF Bjössi byrjar Ég held að, já, DFF var bara reiki með 700.000 króna tapi það er náttúrulega stórbrotin árangur hjá fjölmiðli sko. Þannig að ég já, mér finnst það svolítið Já, það skilir tilnefningu, klálega Já, klálega, við eigum að heima á listanum sko. Já, sko Þorbjörn, þú er ekki mikið álita á Alvotech og Amarok eins og þið heyri Hvað er fyrirtæki ársins? Það hlýtur að DFF hennar mann er að þinga eins og skot Það gerir ekki upp á milli barnana Nei, hann gat þetta ekki, já en ég ætla að velja fyrir mitt leiti Amarok Já, ég ætla að velja Amarok líka Eldur, ég elska þig Já Ég veit ekki hann hlusta Já, ég ætla líka að velja mynd ársins og það er annars tilengning bara frá mér, það er bara eini búi Er það gullið? Já, það er eldur með guldsöngina Já Ég hef aldrei séð skemmtilega Þetta var enda ekki sexy gull Nei, þetta var ekki með sexy gull Já, ég er nú alltaf búin að sjá fyrir mér svona vel stimplað bara hreina skínandi fína eitthvað, já, gullklub en þetta var glæsilegt að þetta náðist Það var miklu skemmtilega að hafa þetta svona svolítið röf sko. Já, eftir að ekki sko, ég bara, eins og ég segi Hitt að vera eitthvað feikt, dæmi, sko Já Viðskiptamaður ársins tilnefndir eru Róbert Vestmann, Ásgeir Reykfjörð, Jón Ásgeir, Eldur Ólafsson, Pétur Kýrnan, Bendit Gíslason, Jón Guðni bankastjóri og Guðmundur Fertram. Hvað vil byrja? Hvað segir ég? Bjössi, byrjum að þér. Viðskiptamaður ársins. Þetta er alveg tilnefningar annars, sko. Verður margir segja Fertram eða? Já. Kassan satt ekki inn í fyrra eða? Jú, að hitti fyrir Það var í hitti fyrir, já, var það ekki? Akkur er hann á listanum þá? Af því að hann Bara kóngurinn. Hann er kóngurinn Já, ok Ég bætti hann við í lokin Þetta er alltaf bara glæsileg kandidata sko. Já, maður getur alla Ég sagði Róbert Vestmann, nýji besti vinn minn Ef að vera sammála um það Er hann að followa það á gramminu eða? Já, Ok. og lækar allt hjá mér Tildulega einföld Þú færið ekkert upp úr mér með Nei, þetta er bara, okay. Það er verið að kreista þig alveg sko, hvern er þetta að dropa hérna? Hagfræðingur ársins. Tilnefndir eru Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, Heiðar Guðjónsson, fjárfestir, Þóruð Pálsson og Agnar Tómas Möller. Og veldur nú Þorbjörn það er unni með flestum sko. Sorry, og ég ætla að bæta við Kristján Frostadóttir. Já, Já, það er að sjálfsögðu hérna æfingafélagi minn, Þóruð Pálsson já Er hann ekki hagfræðingur þjóðurinnar eða? Já, ég finnst það nú svona full þröng skilgreining og að þú myndir spyrja hann sér alveg Hann er með þér í ólympísku listingunum Já, Er Heiðar með ykkur þar? nei, hann er í kraftliftingum Kraftliftingum. aðeins að Þú lítur vinna aðeins niður á kraftliftingar versus ólympískar Er þetta smá eins og hópfimleikar versus einstaklingsfimleikar? Ég þekki nú ekki munn á þeim greinum Nei. neitt sérstaklega vel sko. Jú, ætli það ekki bara svona svo skák og snóker Já. Ég er einhvern veginn. Nei, ólympísku svona eru annars eðlis, það gengur ekki bara út á að vera sterkur, það gengur mikið út á tækni Já, og við erum búin að vera að djöflast í þessu í, ég veit ekki hvað, næstu áratug saman Nýbeja er náttúrulega ólympískar, ekki? Nei, Það hlaut að vera sko, þetta er sem sagt á íslensku heitir þetta jafnhöttun og snörun Snörun. Já. Ég var einhvern tíðan hent í einhver Er átaki það clean and jerk eða? Já, þá var ég með einkaþjálfari sem að neldi mér svo mikið í hnébeður að ég fekk alveg púlsandi gillinað
Já, það var bara rosalegt þetta með eigið póstnúmer í raskatina og svo átti ég alveg hrikalegt moment að fór ég inn í, ég held ég að nú sagt ykkur ekkert frá þess að fór ég inn í eitthvað stort apotekarn á Suðurlandsbraut, tróðfull búð og ég kom ég ætla að fá einn pakka af, ég man ekki hvað þetta hét Quingadill eða eitthvað sko og þá kom hann unga afgreiðslumann já þú meinar við Gillinæs já það var akkurat þess vegna sem ég var búin að læra nafnið þetta hefur þú ekkert lent í Gillinæs út af liftingum eða? Nei, bara út ekkur öðru en ég skil þetta sé áhættuatriði við Já, ég veit í huga takk fyrir þetta Björn. Það er komið að stjórnmálamanni ársins tilnefndir eru En svarið mitt var Heiðar Guðjónsson, hagfræðingur ársins. Já, og það er líka bara gott svar hjá þeir stjórnmálamanni ársins, Bjarni Ben, Kristján Frostadóttir, Þorgerður Katrín, Inga Sæland, Snorri Másson og Sigmundur Davíð. Þetta er kannski bara snögg afgreitt þar sem við erum með mann og konu ársins nú þegar. Þetta er Inga Sæland. Já. Nei, nefnilega ekki Nú? Veist, hún er maður ársins, hún er ekki stjórnmálamaður ársins Nei, já, ég er alveg sammála því teki. Þannig að ég tek ekki undir það en þið ráðið Já, ég var með Kristrúnu, hún er alltaf fósetsráðara. Verður maður ekki að velja hana? planið gekk upp, hún ætlaði að vera fórstuðar það gekk upp. Hvað segir þið strákar? Sammála því? Já. Kristján Frostadóttir, hún er með lyklana. Já, ég ætla að segja Snorri Másson. Já, góð innkoma þar. Elskar góðan free thinker. Það komið að viðtali ársins. Tilnefnd eru viðtal Stefáns Einar við Þór Snæ. Viðtal Stefáns Einar við Lenju Rún. Ég get ekki lesið þessar spurningum fyrir. Já, viðtal okkar við Eld og Blásrokka. Já. Alltaf láta þá gera upp á millið viðtalinu okkar og Stefán. Nei, Stefán Einar alltaf sigurverðan sko. Sko, Stefán Einar samt lét manni líða svo illa. Já, þetta var rosalegt sko. Þetta var óþægilegt. Þannig að ég myndi nú bara segja Eldur. Já, einmitt. Já, ég held ég verið að segja bara sama sko. Þetta var ég sem að starfa á miðli sem að gerir nánast sko, já, nýtur oft mjög góðs að því þegar eitthvað er lestarslýs verða sko, ég átti erfitt með að horfa á. Já, þetta var rosalegt sko. Það var svolítið brútal. Já, ég ætla þá bara að segja það sko, þetta er alveg rétt sko, maður þurfti oft bara að slökka á viðtölum sem að Stefán Einar var að taka eins og við Lenju Rún, þetta var nú bara svo óþægilegt en það er samt sko, ég hugsa það að Stefán Einar hafi verið duglegur að mæta í sútöp á árunum sem leið vegna þess að Nappagati hlýtur að hafa verið alveg stút fullt af rósum sko. Hann breytt til sviðsmyndir en ég verð samt að segja það sko, sem fjölmiðlamaður að þá verður alveg að rósa Stefán Einari fyrir þessi þætti og hvernig hann ber sig að bara vel undirbúinn og mjög beinskettur og erfiður stundu ég að ósangjarn en það líka bara fylgir þessu en ég var líka sérstaklega það biði allir eftir því að myndi taka Bjarni Ben silkihönskum en Bjarni Ben var eiginlega bara reiður í þættinum sko þannig að það var líka mjög rósvert sko og Stefán Einar hefur alveg hringt og húðskamma mig. Já, hann hefur gert það. Já, hann hefur gert það sko þannig að ég verða að taka hattinn ofan fyrir honum hann er búin að skapa sér ákveðna sillu sem er bara mjög impressíft. Já, ég meina hann er búin að láta okkur lítið út bara svo trúður. Já, ég meina hann gerir það er nú ekki mikið það er alveg hárrétt sko. En hann er enga lungin við það að sko skera fytuna frá og komast beint að kjötinu sko. Já. Ég viðurkenni það alveg okkur líður ágætlega í Drottningar. öðru þriðja húðlaginu þarna einhvers staðar í fytukjötlinum sko. En þetta var myndlíking sem ég vill ekki sjá. Skulum freka taka sútöp og rósirnar í Nappagati sko, því að það eru miklu herramenn í sútöp, Jökull og Egill. Hittir nú einmitt Jökull og glóti sér í Perlu á nýjasta skemmtistað bæjarins. Nínu. Kannar allt þóttulegið þar, já. Það var þetta Nína og Egill var þar í góðum gýr, auðvitað þessum $1 million. Ég sagði, ætlaðu þú ekki að græja súti sem að Róbert Wessman var í þættinum okkar í verslunna sútöp eða? Það var ekki ódýrt. Hann sagði, við erum meir í svona 100 til milljón sútum, við erum ekki í svona 5 til
milljarda sútum. Nei. Nei, já. Þú leist reynda vel út á þeirri mynd. Já, í öllargerðinu minni. Já. Fjölmiðlamaður ársins. Tilnefndir eru Hjörvar Hafliðason, Stefán Einar, komið gott stelpunnar, Gísli Freyr í þjóðmálum, Hörður Snævar og Björn Þorfinnsson. Sjálfsög. Á ég velja... Já, hún var fyrst atkvæði. Nei, ég myndi velja líka komið gott Ólaf Skafta og Kristín Gunnars. Það er mega líka eiga það voru helviti flottar. Eins og ég segi, þegar einhver byrjar með nýtt hlaðvarp þá er maður svolítið svona, er þetta ekki aðeins svo seint? Já. En það er einhvern veginn sköpuðu sér svona strax einhverja sérstöðu og ég veit bara fólk sem að greip þar bara og elskaði að hlusta það sko. Mér finnst líka svolítið cool að taka þetta sem svona season bara, svo stoppa þær bara og taka þessi kannski þráðin aftur upp seinna. Kannski eitt sem ætla skjótinni líka tilnefningu Björn Ingi kom mjög sterkur inn líka, Björn Ingi Hrafnsson. Þorbjörn, hvert fer þitt atkvæði? Þetta eru góða tilnefningar. Já, þetta eru svakalega góða tilnefningar. Ég hlusta nú á flesta þannig nema þarna sem að Björn var að tala um. Og já ég var með Hjörvar Hafliðason. Mér finnst hann bara búin að breyta leiknum algjörlega. Já, maður ekki gefa Gísla þetta bara fyrir að fyllt í borgarleikhúsi. Já, og líka bara veður á þetta. Segir upp vinnu sinni og fer í þetta inn. Alveg það er svona respekt á það. Hjörvar búin að gera það áður. Já. Svona á sínum tíma. Já. Algjörlega, það er reyndar mjög góða punktur. Já. En allt þetta fólk á mikið hróskilið, bara frábært. Ekki spurning og Tom og Búlunni, hann óskar öllum aðsmunum gleðilegst nýs árs. Og ég veit ekki, líklega ekki lengur hægt að fá jólaborgaran. Þú getur auðvitað beðið hann sko. Gæti mögulega beðið hann en ég ætla ekki að sverja fyrir það. Það kom að lagi ársins, tilnefnd eru Gemjir með Ice Guys, L.A. Eils, Popstyrni með Aron Kahn, Jóla Húbba Búbba og Espresso með Sabrinu Carpenter. Þekki eitt lag. Ég sá hvernig Þorbjörn bara kvítna. Ég ætla bara að segja Ice Guys sko. Já, Bjössi? Ég held ég fari í L.A. Eils. Já, það er gott lag. Það er geðveikt. Já, með það líka. Ég ætla í Espresso. Já, geðveikt. Ræða ársins, tilnefnd eru Birgir, þú vilt kannski taka þessa? Ræðan sem ég las yfir leið þegar hann týndi 1.000.000 krónu á tölvu. Já. Ræða Tóta Örlygs á ársþingi KSÍ og ræðan hans Bjössa áður hann hélt fjöldeflið í Grænlandi. Það var ræða. Það var rosalega ræða. Já. Verðum við ekki að gefa Tóta Örlygs þetta? Ég heyrði ekki ræðina hjá... Hún var rosalega reyndar sko. Það er bara brotnaði niður sko. Já. Hún var mjög flott. Já, ég held að ég reyna að muna eftir kannski einhverjum öðrum. Hver var fyrst hjá okkur? Það var ræðan sem ég las yfir leið þegar ég var nýbúin að köpa, við keyptum tölvu fyrir 1.000.000, hann týndin á fyrsta degi. Já, ég var nýbúin að köpa 1.000.000 króna tölvu. Og það tók vikur reyndar. Já. Já, það er ekki... Ég veit ekki, Tóti Örlygs lítur að vera, ég heyrði nú ekki þá ræða. Það var alvöru ræða maður. Tóti Örlygs? Ég tek ykkar orð fyrir það, ég kannski las frétt upp úr henni en ég sá hann ekki flutta, var hún... Guðurinn var með 7-8% fylgi og svo bara mætti hann og sagði bara ef þið vilji stöðnun og jakkaföt og þá kjósið ekki mig. Þetta var rosalegt sko. Já, ok. Það bara... En það mætti hann með leiklega. Já. Transfer ársins. Tilnefnd eru Hákon Rafn movie Prem, Orri Steinn movie La Liga, Jói Berg til Sáti, Viktorinn í Val, BKS til Heima og Cecilia Rán til Inter. Nei, bara fyrst þá byrjar eitthvað trans og ég veiknaðist bara sjokk. Ég var bara trans. Hvaða jarðsprengjusvæði er þetta bara að henda okkar að núta? Shit, maður. Transfer ásins, það er alltaf hlýtur að vera Orri til Sociedad. Já, 20 milljónir evra. Já, sko líka bara því að Albert til Fiorentina er kannski þótt að sé aðeins stærra skrefa þá er það ekki samt jafn mikið stökk. Nei, ok. Og líka bara einmitt, hann fer til Sociedad og er svona bara strax eiginlega komin greinlega hugsaður bara beint í byrjunarliði sko, þannig að það er impressið þar
trans. Já, Það er trans, já, fyrir ásins. Þorbjörn, Já, ég er bara sammála síðasta ræðmanni. Orri Steinn. Já. Sko, að því við myndumst á Glótis áðan, sko, Cecilia fær múf frá Bayern München til Inter Já, og er valin lið tímabilsins á Ítalíu. já, fárlega vel gert. Heldur töff, sko. Góð heim með hana. Já. Ég á með Jóa Berg, ég meina, milljarður á ári. Ég horf í það, kannski er ruglaður. Já, kannski ertu bara ruglaður. Innkoma ársins tilnefndir Hjammi, Gunnar Birgisson, Snorri Másson, Jakob Birgisson og Höddi Magg. Innkoma ársins. Mættu bara með spreng. Höddi Magg, allir maður að gleyma hann, sko. Já, ég held þú verið að tala út frá launum. Hann er eins og þú, hann hugsa bara kassi. Ég er sjálfur með Höddi Magg, mættur í enska boltan. Ertu að meina svona, er þetta endur upprisa? Já, basically, já. Ég held reynda sko að Hjalmar Örn myndi taka innkomi ársins. Ég veit að það væri peningaliðin sko. Já, klárt. Held að sé gefa ágætlega aðra hönd að vera. Sko Jakob Birgis byrjaði með eitthvað uppistand og er núna en aðstofamaður ráðherra. Við mitt dómsmálaráðara. Það reynda dettur ekki inn fyrir 2025. Nei, Já, rétt. Má ekki taka til þess. Já. En hann var eins og stórfsveipur í stjórnmálumræðinu sko. Já, hann má alveg eiga það sko. Já, þið hafa líka ekkert mikið verið að challengea tilnefningum okkar. Við erum með svo góða tilnefningar greinlega. Nei, þú náttúrulega ekki leifur okkur ekkert á maður er bara hringsnýtt hérna að reyna að láta sér detta eitthvað í hug sko. Ég við ekki að vorum tveir síðast þegar ég gerum þetta. Já, með Höddi Magg. Já, ég held bara hreinlega að Höddi Magg rís svolítið upp úr öskustónni og er allt komin í að lýsa Liverpool-leikjum sko. Það er svo fyndið samt sko hversu ég er náttúrulega í einhverjum Arsenal Bergmálshelli. Já. Þeir eru mjög pirraður út í hörð sko. Hann sé svo klútræður og eitthvað svona. Ég samt sko er að reyna að hlusta á hann með gagnrýnum huga. Mér finnst hann ekkert, mér finnst að gera þetta ágætlega sko. Með að hvað hann er eldheitur púlari sko. Já, ég tek Þannig að ég bara gef þetta líka. Já. Valdi Björn ekkert hann á Jú, getur bætt hann Já, hann valdi að hætta honum sko. Já, mín skoðun. Já, valtar hann. Má valtar hann í þetta, alltaf frammari. Já, valtar hann í þetta. En ég er með Höddi Magg. Þú veist með þetta Magg, það eru komið tvö atkvæði á hann, þannig að hann er með innkomu ársins. Mark ársins tilnefnd eru marki á Lamine Yamal á EM, Jón Dagur á móti Englandi, Albert Guðmundsson á móti Englandi, Markið hans Leifs í Belgíu og Krá. í Belgíu. Já. Ok. Þeir vita sem vita. Já. Það var einn stúlka þarna á gólfinu. Hvað er það að gera? Ertu eitthvað bilaður það? Já, ég man nú eftir slíku skotmarki þarna í Grænlandi líka. Það var þetta þokkalega kickstæði fram hjá. Nú reynda munist það sínum á sæðinu. Þú veist, nú erum við bara að byrja að skálda hérna, sko. Ég vil ekki kannast við neitt að þessu, sko. Æja. En hún var alveg saman. Hún gæti ekki að vera saman, sko. Ég heyra að við erum aðeins að missa þráðin hérna. Þetta er líka, já, flokkarnir eru búinir. Já, við erum að klára þá. Strákar hérna svona að öllu gamlu slepptu. Hvað var mark ársins? Ég var með Jón Dag á móti Englandi. Já, geðvitt. Slögt á Wembley. Já, var náttúrulega líka marki á Alberti þarna. Já, hans mikilvægur leik. Nefndirðu það? Já. Já, mér fannst hann nú svona held ég mesta bjútið. Já. Ertu ekki að minna á móti Ísrael eða? Nei, hann skor náttúrulega þrennu móti Ísrael. Úkraínu skor hann fyrsta markið þarna. Já. Það var, já, ég til ég að kvittundi það sem mark ársins. Albert Guðmundsson, til hamingju. Það gaf okkur von. Viðskipti ársins tilnefnd eru kaup Landsbankans á TM, því frábæra fyrirtæki. Skell að ná alveg svona heimkaup. Er þetta bara grillum Leif? Kaup Leifs á fasteign. Og tölvu kaup Leifs á 1 milljón krónur. Ok, allt er rætt. Hvað segir þetta? Kaup Landsbankan? Nei, Þorbjörn gætir þetta alveg verið með ég var til að fá tilnefningar hér. Viðskipti ársins.
Já, sko mér langar allavega að byrja á því að hrósa þeim sem að svona, sáu framtíðina í markanu bara yfir höfuð þegar fáir vildu snert á hann með svona mitt ár og svona, þetta er búið að vera mjög stormasamt ár sem að var að baki og þá sem misti ekki trúna og svo bræðilega við komum nú að sölun og amar okkur dögunum, ég held að þeir sem að koma að því verkefni hafi verið að gera góðan díl. Við skipta ásins. Já, kannski bara þeir sem keiptu sér búsetur rétt fyrir fram að græna vegginn. Já, þau voru smá skellur. Ég reyndar í þeim túr, ég keypti mér Já, í Álfabakkanum góða 10 skipta kort á Okkon á spotprís. Það var held ég svona 2 dögum áður fyrir rottunar. Já. Nei, en öllu kannski sleftu þá það nú ágætis bara kunningi minn sem að Davíð Viðarsson. sem er í verstu blokkin í Grænavegi. Í alvörunni? Já, það er þannig að það er smá brekka. Það er engin smá brekka. Það er risastór brekka. Ungu strákur sem að þetta var fyrsta íbúðin og hendur hann inn. Nei. Helvítis vesen. Það er bara sorglegt. Alveg ótrúlega hvernig það einhvern veginn gerist. En það er kannski tilefni í eitthvað svona klúður ársins sko. Já, vá. Bætu því við á næsta ári. Tökum það á næsta ári. Þá er það bara, held ég, riddarspurningarnar. Já, heldur betur. Ákala ánægilegt en Subway. Sko, þeir eru áttu þetta, kannski mögulega nýjung ársins. Komum með bræðingarna. Já. Bræðingarna? Já. Veitu hvað minnur, er það ekki fasti á matselum? Sko, þeir reynda líka kannski miskilík ársins, sko, því að það býður upp á miskilík að koma nýja tegundar samloku og skýruna sama heiti og bátur á matselum. Þess að nýja tegundar samloku, svona hálfgerð panini fáránlega gott. Og kallast bræðingar. Og eru með íslenskum osti sem bráðna betur, mozzarella, alveg fáránlega gott, en heita sem sagt líka bræðingar. Og ég hvet alla til þess að smakka það. En þá er komið að riddarspurningum. Fengum nóg af þeim sem er alltaf gaman. Nema þú viljið segja eins frá þessu gulli sem að þú ert að drekka, fljótandi gulli. Ég er í edrúar. Þú ert í edrúar, já. Þetta er bútvar 0,0%, hann er engu síðri. Rétt. Gauti Páll spyr, hvort er erfiðara, ég held hún sé til þín Þorbjörn, hvort er erfiðara ná í 3 stórmeistara áfanga eða 2500 stig í skák? Ég held 3 stórmeistara áfanga. Já, sammála því Björn? Nei. Sko, það ætti að vera erfiðara en Þínu tilviki? Hitt í mínu tilviki eða hitt erfiðara. Til Bjössa, er Hörður Snævar þinn besti starfsmaður? Er þetta frá Herði Snævar? Já. Hann er besti starfsmaðurinn á starfstöð okkar í Dalvík. Já. Nokkrar stuttar á Þorbjörn og þessi liður er eiginlega bara í boði David Jones í heildsni. Þeir voru að lenda með sour watermelon dölunar. Get ekki beðið eftir búin að smakka þér? Nei, ég var að ljúga, en ég er spenntur. Já, ég held að séu svak. Ég held að gætu jafnvel verið betri en kókosbólu dölunar. Ég veit, það er eftir að trúi. Sko, mér líst ekki, hvernig þú ert að byggja þetta upp og það er allir svona 50% að Þorbjörn komist út bara með mannórið í lagi Líksunar minni. Já, sko, taldum heimaðinu fyrir þáttinn 184 meistaraflokksleikir skráður á KSÍ 65 mörk, þar af 124 í A-deild, það er einhver starffræði sem er að klikka þarna. 124 leikir í A-deild. 124 leikir í A-deild, já. 60, sko, hér kemur alvöru rúsina í pilsvendanum. 60 úlingarlandsliðsleikir, 28 mörk. Takk. Hversu góður varstu? Já, ég myndi bara segja þessi jafngóður og hafi verið jafngóður Orri. Hann var að jafna metið mitt. Já. Ég fekk fyrirspurninu það í fyrra, hann jafnaði þetta unglingamet. En nei, ég var ekki svo góður, en ég allavega, já, spilaði talsveit mikið á unglingalandsliðsleikjum og svo svona spilaði nú erlendur grundu líka, en svona skrokkurinn á mig var ekki alveg upp á
upp á 10 þannig að það gerði mér svona talsvert erfitt fyrir en ég á minnst allan á svona úr þessum fjármálaheimi og bara ein saga sem kemur upp í kollinu og ég var einhvern tímann út í Bandaríkjunum að hitta einhverja sjóði eða eitthvað og það mikil knattspyrnu áhuga maður hérna og heldur mikið með Chelsea og talar um Eið Smára sem eitthvað legend og ég gat þá komið með one-liner ég sagði, do you know Eið Smári was a substitute for me held nefnilega að vera 1 eða 2 leikir í þessum unglingalandsliðum þegar hann hefur verið 14 ára og ég 15 ára eða eitthvað svoleiðis að þá var hann á bekknum Ég er andar þá gast eitthvað Þetta eiga það á fyrirskræðinu sko. Hvað ég verið að hendi follow-up spurningu hvað topp 3 klúbar sem fórst á svona træjarlega það einu svona óljós minning frá Grænlandi að það voru við farnir að röflu það já, við erum komin Það voru margar klukkustunda bátsferðir þá gaman að vera með ykkur í bát og deila sögum sko, meðan Birkir var þarna við döðan styr Já það voru nú nokkri það var hann að Vestam það var Feyenoord og Stuttgart Jesús Já sem að veit ekki bara allt kass hann veit líka allt boltan Já Hvað stöðu spilaður? Miður? Nei, ég var center 28 mörg í 60 Jó, ég spilaði center Varstu ekki líka eitthvað á kantinum eða? Jó, svona eitthvað líka aðalega center sko myndi ég segja Hvaða tímabil varstu upp á þitt allra besta? Hvernig var pík Þorbjörn? Það svo langt síðan það örugglega svona Hvað varstu gamall? Svona, ég að brjótast inn í meistaraflokk 15 ára 93 Já Það var Ásgeir Sigurvinsson að þjálfa okkur í Fram Já Það svona þessi fyrstu ári eða svona 90, ég myndi segja svona 95-96 kannski og svo svona fyrir þetta dálítið mikið downhill svona frá 98-9 Sko, tala skrokkin á hann hvað var það skrokknum? Það fyrst og fremst svona Var það gillinæð? Það var ekki gillinæð en það var í rauninni má segja sko á þeim tíma að þá eins og 93 þá kemur maður inn í meistaraflokk þá var maður að spila með fyrsta flokki við erum Íslands og byggamestari í öðrum flokki og þriða flokki og svo spila maður með 16, 17 og 18 á landsliðinu ég held að einhvern tíma tók þetta saman hvort það voru þá á tildulega stuttu tímabili spilaði yfir held ég 100 leiki bara svona gumma ben álag stæmiðla já, og það tók mig í rauninni bara 2 ára að jafna mig eftir það og svo einhvern veginn slít ég krossband, fæ ég brjósklós rústa mér öklunum og þá náttúrulega bara þegar þú missir svona þessi litlu svona mikilvæg atriði smá snerp og annað þú veist, það átti ekki breyki í þessu Já, á svona leveli kannski skipta þessi hluti bara það skipta bara öllu máli já. Besti leikmaður sem hún spilaði með? Hún eitt svo nefndur á það getur Varamæðurinn? Já, ég spilaði náttúrulega fullt að leikjum með Eið Smára og ég held að hann hljóti að standa klálega upp úr Sástu strax hvað hann góður eða? Sko, ég sá það tiltölulega fljótt en ég sá það samt þegar hann kemur í fyrsta landsliðsverkefni eftir að vera búin að vera úti hjá PSV Eindhoven þá í nokkra mánuði og maður horfði bara á hann bara, wow, hvað hann búin að bæta sig það var ótrúlegt að sjá það Já Besti leikmaður sem mættir á ferlinum? Það lítur bara að vera Eið Smári líka Já Ég man nú ekki hvað þessi kappar eða maður vissi svo sem ekki alltaf hverja maður var að spila við það voru einhverjir hérna franskir, ég man ekki hvað einhver Mikael Silvestri eða eitthvað Já, hann var fín eitthvað ef og hefði eftir ferlin? Já, sko maður hefði svona kannski viljað
ég hafa fengið svona betri eða hugsa hvort að ég svo sem alveg reyndi nú að hugsa ágætlega skrokkin en svona ef maður hefði fengið öðruvísi þjálfun og svona væri passa betur upp á maður þá hefði maður kannski mögulega náða að komast eitthvað lengra áfram í þessu Uppáhalds þjálfar á ferlinum? Ég held að það hljóti að vera Ásgeir El Já var nú með á nokkra hann í fram þetta var svona nánast skiptum árlega og mörgum ári en hann stóð klálega upp úr sem karakter líka og bara maður Já Svo var ég mjög hrifinn reyndar að Atla Eðals sem var með okkur í landsliðinu Já, spennandi sem var að þjálfa hann okkur Sko þú spilaði með nokkru liðum skráði Breiðablik núna KSÍ virkilega ánægður að sjá það Er Breiðablik, það þitt lið? Nei, vill nú þann til að Kristoffer Sigurgesson vinnu minn var að reyna að fá mig í Old Boys og Breiðablik og hafði fyrir því einhverja verslunarhelgina að skrá mig í Breiðablik ég hef örgulega 20 ára síðan og ég bara einhvern veginn hef ekki nefnt að standa í því að breyta því ég hef aldrei spilað og aldrei mætt á æfingu á Breiðablik Nei, bliki alltaf Hjartaði græn Síðast spurning var þetta hversu góð getur strákurinn orðið? Þorri Þorbjörnsson Ég hef nú 2 stráka Já, sorry, sem að við þekkjum Já, hann getur bara orðið eins góður og hann vill hann er svo sem alveg hann er betur til þess fallin að hérna, svona út frá líkamannum á sér og miklu betri í fótbolta heldur en ég þannig að hann getur bara held ég ef að Guð og lukkan er með honum að ná mjög langt hann er allan á íslenska mælingar held ég En er ekki þá heimin og hafmilli þess sem hann er að upplifa á þjálfun og stýra álægi og öllu versus það sem þú upplifir það? Ég það þekki það svo sem ekki alveg eða svona, en jú, mér sýnist það nú það er hugsað svona í grunninn betur að styrkja svona ákveðna þætti í þessu sem að var ekkit ég meina við okkur var bara hendinn í lyftingasal og djöfluðust á okkur þungur lóðum og annað, það var ekki svona mikið vísind á baku þetta og allir að gera það sama hann er líka hann er örfættur og hávaksin eins og ég þannig að svo er einn hérna 2 ára yngri en hann sem er mjög frambærilegu líka og spila fyrir Stjörnuna þannig að Hann spilar aðra stöður ekki? Nei, þeir eru báðið til mjög hafsendar Hvað er það? Það er örugglega bara mamma þeirra Grjótörði vörnin Já Fáum Þorbjörn næsta ára fyrir við draumalið 11 best sem að spila með Já, tökum það Það vantar, er ekki svona bara einmitt back in the day eins og landsleikjur annað, vantar ekki bara eitthvað svona skráningu á móti hvernig varst að spila og annað, er það? Jú, maður hefur nú stundum verið einmitt forvitin að vita eftir á hverja maður var að spila við og því, ég hef bara ekki lagt í þá vinnu Nei, það var náttúrulega fullt af örugglega strákum sem að náðu mjög langt Hvað ár varst ég á Vestham á reynslu? Sorry, hvað varst það ég gamall? Ég held að það hefur verið það var í ársbyrjun 1994 þá hefur verið Þau voru með gott lið þá 16 ára Geðvegt Harry Redknapp var hann aðstoðarþjálfari Sælis Algjör sækó Bónus nú eru þessi fyrirtæki sem eru með okkur í liði Birkir búin að vera að þakka fyrir samstæðar liðinu ári ég vil bara nýta tækifærið og þakka þeim Einmitt, gleðin í dag fyrir að berjast svona utulega gegn verðlagi í landinu ég held að sé engin lögæli í landinu ætlaði mér að fullra sem að skiptir jafn miklu máli í verðbólgustriðinu og bónus Nei, ég er sammála því berjast með kjafti og klóm gegn einogunar Birginum Nei, ég er nú bara grunst Vondu Birginum Djók og svo er það Orri hjá Frumeri hann har nú reyndar líka næstu spurningu en hann er nú bara fáránlega spenntur að byrja að taka við fólki í skoðun Já, hann er sjálfur byrjaður á gólfinu Já, hann er í puttunum hann klæðir í fingurna
Janúar 25 Já, Sælis. þá þurfa menn að drífa sig í skoðun. En Orri á frumir hann spyr ykkur báða að byrja á þér Bjössi. Hversu mikið verður íslenska vísitalan í kaupöllinni upp ára 2025? Ég held að það sé bara solid 12%. Já. Bara gott gísk Þorbjörn Já hérna, við vorum ekki sammála ég myndi ekki vita fjármálaráðgjöf hérna. Ég heyrði sko einhvers staðar að í kínverska ártalinu var þetta ára nuttsins. Já, ok. Nei, ég meina getur sem alveg svarað ég hef mikla trú á þessu ári svona ef þetta að spilast rétt úr þessum stærstu félögum hjá okkur svo er náttúrulega bara fullt af félögum að gera mjög spennandi hluti eins og alltaf og hérna þannig að maður ekki bara segja að þetta verði 35% ár. Já, Lægilegt. Það alveg áramót að sprengja. Ég bjössi eftir reik og ef þið segja eitthvað herra og segja herra Til Bjössa, hvað enda Arsenal deildinni og hversu sturla var að tefla á Emirates? Já, það var sem sagt bara náttúrulega algjörlega geggjað eins og ég kannski svo ég endur takk ekki með hvað kynni mín að Patrísíu í fatahenginu. En var þetta kannski bara, þú talar dáðan horfður á völlinu? Já, þetta var sem sagt fyrir þá sem hafa farið á Arsenal leikvangin þá þetta var telt á svo kalluðu svona club level svæði sem svona í miðjunni og þar sem sagt og þetta heiti Dial Square sem bara svona bar innaf sem var sem sagt telt á og annan sem sagt maður satt við glugga sem snýri að svona götunni en svo ef maður stóð upp þá blasti bara sem sagt völlurinn við sko þannig að þetta voru ansið svona impressivt bara bara sem Arsenal stuðningsmaður að vera þarna eins og grár köttur yfir 9 daga tímabil sko þannig að það var alveg geggjað en ég trúi og ég held að mínir menn takk þetta, það byrjar eitthvað að fara úr skíða síðan Liverpool eitthvað svona vesen hjá Sala og Trent byrjar eitthvað spá að fara eitthvað annað og tilbúð og þetta fer allt í hund og gött hjá þeim. Þú púlarið Þorbjörn ekki? Nei. United? Fuck, já. Hann vill ekki tala enska boltan. Nei, næsta spurning. Aldrei United takkið ár? Byggarinn. Nei, ég held að þeir falli. Í alvörunni? Já, ég get alveg trúið. Þeir eru ekkert eðlilega lílega. Þessi Amorim gæi, hann fraud? Nei, það held ég ekki. Bara tekum við einhverju slisi. Þetta er ekkert eðlilega lélegt. Eða sko, þú veist þá líka bara að það virðist vera einhvern veginn bara andrúmsloftið og allt saman orðið eitthvað bara toxic hann inni. Sko. Þetta var að hlakkaði í manni en þetta er orðið bara svona vandræðilegt. Nei, líka bara enski boltinn er ekkert jafn skemmtilegur nema United sé óþolandi, sko. Já. Ok, ég er samt alveg gaman að Nei, það verður að stoppa við þetta. Ég er líka bara svo margir vini mínir sem eru bara búin að fá svona högg á geðheilsuna út af þessu, sko. Þannig að ég vona að komi svona smá. Já, vonum það. Smá viðsnúningur. Já, ég bara fókusera meira á fram. Já, út framar, já. Þorbjörn Atli, hvernig verða stýrivextir í lok árs 2025? Spyr Sigurður Guðjón. Sigurður Guðjón Gíslason. Bóttið. Já. Menn voru alltaf í nafnlausum í dag, sko. Já. Ég segi 7%. Já. Samt það hátt. 7%. Samt það lágt. Það er bara það veldur bara á hvernig þetta gengur hjá Valgerjunum. Já, það var kannski næsta spurning sem að eitt sendin byrjum að bjössa mun Valgerjusjótin sko við tölum Ingu Sæland á hann munu Þorgerur og Kristján og Þólana í 4 ár. Já, ég held það alveg sko en ég held að það muni alveg þrauka út í 4 ár en ég segjar, get ég alveg ímyndað mér að Ragnar Ingóls, kongurinn líka. Ég get alveg ímyndað mér að vera svona smá brekka fyrir fyrir Ingo og þau að því þau voru náttúrulega svolítið með svona
og stór loforð og það svona smá það verður eitthvað sveigrum kannski eftir 2-3 ár þá byrja kannski að koma eitthvað svona óanöð í alda ef það ekki eitthvað að gerast þannig að ef þið ná ekki að vinna ykkur að sigra með við það sem þið lofið þá gæti svona allan í skoðanakönnum eitthvað að fara að súrna sko ef maður sér bara til hvernig þau tækla það en ég held að þessi ríkisstjórn muni samtala þrauka þessi 4 ár sko ég held að muni ekki verða það mikið panik þótt að einmitt lækki eitthvað vinsællunar. Nei, sammála því Þorbjörn. Já, ég meina, ég veit ekki, með þessa pólitíki svona mín tilfinning að það sama eigi við um þessa stjórn eins og aðra, það verður allir búin að gleyma loforunum eftir svona 1-2 ár. Já, tegur til það. Það reyndar alveg. Bara spila sitt sjó. Já, algjörlega. Já, sko vissu þið að það er hægt að fá starttæki, bara lítið og handætt í bílinn hjá Kemi? Já, ég er búin að ringja á einhverju sinnum í bílalegu, eða svona leigubíla sem kom og gefa mér start. Einmitt, óþolandi og líka rándýrt, en þú getur líka bara keypt starttæki sem er afslætti núna hjá Kemi. Haft það í vasanum. 30.000 kall, bara haft þetta í skottinu, græja þetta sjálfur. Já, það er svona... Það er þetta ótrúlega. Já. Það er einhver major galli í bílum minnum, það er eitthvað svona lítið ljós aftur sem að krakkarnir er alltaf að kveikja og ég gleymi þess alltaf og svo er ég alltaf að koma út í rafmagnslausan bíl sko. Það er glattað. Beint í Kemi með þig. Ég held að Kemi sé uppáhalds fyrirtæki mitt. Já. Það er bara því að Hemmi er fyrir formaður knattspyrnudeildar fram. Það er svoleiðis. Fyrirtæki ársins, halló. Já, halló. Sorry eldur, það er Kemi. Tökum þetta tilbaka. Það er Kemi, þvílíkir snillingar. Ef ekki bara farið síðu spurninguna? Jú, og ég sleppa bara felgubörstjánum með það. Nei, þú mátt alveg nefna hann ef þú vilt það. Já, ég bara nefna hann bara, læta þetta. Ég ætla að leyfa þeim að byrja núna líka. Já, Birkir, þú mátt bara eiga síðustu spurninguna, stráku, ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna í kvöld, það er búið að vera ekkert smá gaman að vera með ykkur. Hversu slæm er þessi spurning? Það er bara mjög þægilegt Þú þarf hann að lesa inn á mig. Nei, það er eins og þú sést að flýja. Ég er bara stressað. Nei, það er bara maður ársins og það eru tilnefningar, byrjum á Þorbjörn Atla, hver eru tilnefndir hjá þér? Er ég ekki búin að svara því svona 10 sinni? Jú, það er Sem maður ársins. Nei, þú sagði það var hvað? Inga Sæland. Nei, það var Sigurður ársins. Ha? Já, það var ekki sama maður Nei, það er allt annað. Það var Sigurður ársins. Nú þurfum við að velja mann ársins. Maður ársins 2024, Björn Þorfinnsson og Þorbjörn Atli. Ég bara vill að spóla tilbaka, ég held að við sem búin að svara þessum 5 sinnum, en Nei, þá held ég mig við Inga Sæland. Já, og hún Sigurður og maður ársins. Það er flott. Þorbjörn. Þetta er ekki hægt. Það er Hermann í Kemi. Mér heyrst við erum búin að dekka allt greinir. Það er ekkert eftir. Sko, okkar tilnefningar voru Eldur, Róbert Vestmann, Hjóra Hafleðarsson, Stefán Einar og Gísli í Þjóðmálum. Ég tek eftir þér engin kona þetta hefði Birkir. Wow. Og komið gott Stefán það líka. Glemdi þeim hann. Og Inga Sæland og Kristján. Já. Ég ætla að velja Þorgeir í Katrin. Já, mér finnst það gott vel hjá þér. Fekk öll ráðuneytið sín. Nú bara, er ég alveg stjarfur? Ég ætla að velja Karolínu. Já, segjum við ekki bara að fara aðeins út fyrir bóksu og segja bara Áski Jónsson. Já, staðir í lappirnar. Já. Já, það er bara mjög gott. Hann var allan í umræðin í ár. Hann var alveg eiga það skuldlust. Svona fekk mesta hatrið. Já. En það er ekkert mál að vera maður ársins þú ert að lækka vexti, sko. Rétt. Nei, mitt. Björn Þorfinnsson og Þorbjörn Atli, nema að segja eitthvað fyrir ykkur lókum, þá bara þökkum við fyrir frábært kvöld og þökkum við fyrir komuna. Ég vona að hlustundur hafi notið þess að hlusta á okkur bladra. Við komum ykkur dálítið í opna skjöldu með alla tilnefningarnar og flokkana, en þið stóðu ykkur eins og hetjur. Þú voru geggjaðir. Takk fyrir. Takk fyrir komuna, strákar. Er sann stressaður. Takk fyrir kvöldi.